FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína í beinni útsendingu úr Lekari, Mosfellsbæ. Það rosalegt, í fyrsta skipti í sögu FM 957. Ég held það að við séum að það er beina útsendingu úr Mosó. Þetta rosalega stórt. Þetta ótrúlega stórt og þetta í svona 100. skipti sem ég kem í Mosó. Já. En ég bara með sinni Mosó hérna beint á mótum. En aldrei, sko, sonum. Já, ég líka í það, sko. Já, ég meinti sonum. Já. Ég ætla að segja sinum. Sinar Mosfellsbæjar eru annað dæmi, sko. Glöggir hlustendur heyra auðvitað og ég eru í gólmóti drengir, en Dórutína og Sveppi Krunn ætla að leysa það af og ég finnst að ég er svo fegin að hafa ykkur innan ekki þá. Þetta grínast maður. Það eru allir svo glaðir núna. Það er í alvöru, maður var að heyra að vinnustæðin var að hætta að snemma. Það var á Örtröðu ríkinu. Er ekki rosalega hátt í þessari tónlist aftan okkur? Nei, þetta er stemningsþáttur bara. Ok. Þetta er ekki út af saga. Þetta er ekki út af saga um daginn. Við sitjum inn í Lekari og talum innflytjandamál. Já, við erum að fara yfir þetta allt saman. En akkurat núna verð ég að segja ykkur drengir að við erum hérna, það er bæjarhátíðin í túninu heima. Hún er í gangi, hún er byrjuð. Og við sitjum inn í Lekari, það er Kjúllinn 2025 er í gangi hérna fyrir utan akkurat núna. Og það sem er að gerast þetta fyrir utan, því að ég er að fá svo mikið sent hérna því ég var að hendi inn á þér og bara þú komin í Mosó og DNA-marinn er á inniskóm og bara vill vita bara hvernig stemningin er. Og það er allt í gangi hérna, en Kjúllabarinn, hann er opinn fyrir að geta bara allir mætt beint eftir vinnu og kíkt á hann. Það eru tæki og alls konar skemmtilegir og hoppukastalar og fleira fullt í gangi fyrir krakka. Svona fyrir fjölmiðlanefnd viljum við samt upplýsa að það er Steinþór sem heldur Kjúllan hátíðina. Já, við erum svona líkilmaður. Já, slæjarinn og eins sem við erum að gefa mönnum sjárat. Nei, og svo er gamla góða Karmelukastið, við erum svolítið old school í bænum. Við viljum alveg halda í þessar hefðir, sko. Er það sem er að fljúi rella yfir og hendi Karmelum út? Já, sko, jafnvel mæti slökkulið og hýfir einhvern upp sem slæjarinn sem að hendur bara úr vasanum, sko. Það hljómar ekki old school, þetta hljómar er svo alveg nýtt, sko. Það er einhvern Sástu, við vorum báðir bara, já, ok, eru þið með rellina? Bara þrúin, Ómar Ragnar sig. Já, það er eitthvað allt í gangi hérna, sko. Þetta var ekki bolti sem ég var með. Ég náði aldrei einni tökku úr flugurinn, sko. Ekki heldur, ég hef aldrei náð. Svo er Pretty Boy Jocko, hann er að fara að koma að taka lag hérna klokkan 5, hálf 6. Nei, 5, sorry. Í þættinum? Nei, bara hérna fyrir utan. Það er bara garðurinn er nýopnaður, það verður bara mörg þúsund manns hérna fyrir utan eftir smá. Svo er heimsmeistaramótið í eggjakasts einvígi. Ég var til í að sjá Sveppa Krull taka þátt í því. Já, það er tveir menn bak í bak lappa og eitt kast. Já, þetta er svoleiðis. Já, þetta er nákvæmlega þannig. Það er nú freistandi. Dóri gæti verið góður í því núna, sko. Það er svo lítið eftir á honum. Þið megið keppa. Þú hittir hann ekki. Já, það megið allir keppa. Allir taka þátt og þetta verður fyrsti heimsmeistari. En maður fær ekki auga, sko. Já, við kært bara. Já, kærið strax. Það eru hlýðagleru og það er verið að semja reglurnar þetta fyrir utan. En síðan er í kvöld Mosó All Stars sem er bara í rauninni fólk þarf að fara ná Tixla að kaupa með það. Þetta er fyrir fullorðna. Já, þetta er í Lekari. Eiginlega fyrir rík fullorðna, sko. Þetta er eiginlega bara gaman fólk. Þetta er ellismellir, sko. Algjörir, 65 plus. Og þetta virkar í rauninni þannig að það eru móslingar sem stíga bara á svið. Mósvellingar. Og Dr. Viktor verður svona halda þessu gangandi. Hann verður að passa sér líf í fólk. Í alvöru. Og svo er bara móslingar fara hann upp. Það er bara korter á haus. Og þú ræður. Já, ég verð þarna og slæjarinn og... Hvað ætla slæjarinn að gera? Það er bara... Það gera allir, það fá allir 15 mínútur DJ-set. Það er það sem vantaði inn hjá Steinberg. Nei, ekki endilega. Ég veit að það eru einhver atriði þarna sem tengist því ekki, sko. Það getur verið bara að koma með old school skemmtiatriði að heima. Já, það láti hífa sig upp í krana og nelt karmelum í liði, sko. Þetta er stemmari. Þetta er samt alvöru partí fyrir bara, ekki bara mósvellinga. Það er gaman að fá líka fólk uppið til að upplifa þetta því að þetta er bara partí sem hún kennst ekki í á hverjum degi. Þetta er alvöru reymólaði. Það er bara sinnebjarna á alveg, sko. Já, því bara fólk sem er að keyra út úr bænum velji ykkur eitt hringtorg í Mosó til að fara út úr og kíkja á stemminguna. Þetta er Mosó All Stars. Það er hægt að kíkja það á tix.is. Einnig er pallaballið hérna morgun, drengir, og það hefur alltaf slegið í gegn og svo sunnudaginn þá verða stórtónleikar hérna fyrir utan og Dóri, við erum nú að kynna þar. Það er bara svo bæjarstjórinn sem er skambis upp að gagnaðunar. Regina er bara mætt þetta bakvið, alveg bara rjáluð. Hvað stórtónleikar eru það?
Það eru bara fríir útitónleikar hérna á Já, sunnudaginn. bara svona, bara fiskidagarnir á Dalvík. Og á sunnudaginn líka afturöldinga keppa. Afturölding keppir á móti FH og þetta er svolítið þannig að sigur þar sko. Já, ef við fáum ekki sigur þá fer þetta bara að líta mjög illa út. Það er svoleiðis. Herru, hvað er að frétta, drengir? Hvernig er þið? Sko, er hægt að fá ykkur aðra tónlist undir? Mér finnst þetta rock hérna. Akkur hefur, þetta er titillægið. Hvernig ætli að enda þáttinn ef þið byrjið í svona orku, sko? Ég meina, við erum bara að hlusta á döðarokk. Nei, bara að kirkja hvernig annan. Þetta, Dóri, hefur aldrei hlusta á þáttinn. Þetta er bara opnunarlægið. Ég segir reitt, ég hef aldrei hlusta á þáttinn. Ég er fullorinn. Taktaður headphone-ina þess. Taktaður og ég líka. Ok. Og svo núna erum við bara að tala saman. En verðum við ekki að tala í takt tónlistina, maður? Nei, ekki láta þetta tröfla. Herru, hvernig á sumar, Dóri? Ég heit svo lítið. Ertu ekki búin að vera í fríi og... Ég er búin að vera að gera upp hús í sumar. Ég flutti og hafði ekki áhyggjur af því. Hafð þú ekki áhyggjur af því hvernig mér gengur að gera upp húsi? Ég man þá tíð þegar þú komst og málaðir heima á mig. Það er ekki heist í þér í allt sumar, sko. Ekki bara mála, ég var að taka stundu bara heilu... Skafa veggi. Já, skafa bara gammalt veggfóður, bara... Hvernig varstu að flytja? Ég flutti 60 metra neðar í Skerjafjörðinn. Og hérna, en við erum bara að gera og græja. Og hérna... Í nýja Skerjafjörðinn eða gamla? Ég held að þessu kallaði stóri og litli. Stóra litli. Og ég er í stóra, sko. Lilla miðlungs, þú tar. Lilla miðlungs. En hvernig, hérna, þú ert líka með hund, glænjar hund? Ég er með hund, ég var að segja. Hann er gulur. Hann er gulur hundur, þetta er gulur labrador. Og þessi hundur, sko, hann átt náttúrulega bara bæði eina skólakæfu. Það var bara sem ég hefði háþrýstið þú á boxið, sko. Það var ekki neitt eftir. Og hann átt hana og ég bara... Fer það vel í hann, eða? Það fer ekki nógu vel í hana, sko. Og hérna, þú veist, kæfa gerir það. En svo átum bara heilt smjörstykki líka. Hundar geta allt. Það býtur ekkert á. Og býtur ekkert á þá. Og svo, hérna, í dag, var ég í tölvunni og hún var óslega æst og hún beit mér í hnið. Og ég kom eitthvað, herru Sola, viltu setja þetta? Og hún bara fór að sofa og sopnaði. En hundar í miðri skammaraði. Þeir þurfum ekki að, sko, þú þarft ekki að hafa ágjör af þessu. Ég man, sko, að Pulla, okkar besta, hún fóð nú einu svona í 10 lítra beinkvítan flúker bara og drakk úr fötunni, sko, þegar ég var að mála yfir til hann. Þannig að hérna, hundar, ég ringd út af þessu og allt og þeir voru bara, hafði yngar ágjör þessu. Já, hún þetta lamaðist. Það var út af allt öðru, hún var náttúrulega bara með hrörnun, sko, sjúkdómur. Það er náttúrulega með það, sko. Skemmtilegt að koma inn á það. Nei, en Sveppi, hvernig var hjá þér? Come on, ég alveg, þetta er föstast áttur, bara að tala um veika hunda. Já, alveg, hundi kíkir rétt á golfmót og þú ert bara komin í saminust hjálpuðinni það á föstudegi á FM 957. Manstu þegar við vorum að gera einastjörnu þegar við lendum alltaf í Kattholtinu að gera bara sjónvarp veika kísur. Já, það var stórkostlegt. Vorum bara mættir á þinn og það einast ég hefði viljað hafa í einastjörnu sem var ekki var að eftir hvert upptöku á hverju einasta atriði og hverjum einustu samskiptum var sest niður á bar og rifist hvers konar þátt væri verið að gera þetta. Við vorum eiginlega alla seríuna náttúrulega hvernig þáttur þetta væri en svo var þetta náttúrulega bara þessi þáttur. Við vorum í rauninni ekki að gera neitt sérstætt, sko. Þú fékkst hérna rós úr óvæntri átt frá konunni minni fyrir einastjörnum, sko. Við horfum á alla þættir og grenjum og látri. Hún er dómhörð. Hún er dómhörð, hún ennir engu kjafta. Nei, hún er bara gott grín. Já, en þetta er sko... Þetta er að búa með hann, maður. Það er bara vesen, sko. Það ekki? Þú getur rétt ímyndað. Þú gengur í skrokkánu, en ekki á þetta. Já, hún er bara svo grasið, sko. Maður að slá hana á til. Fældi hún heyrir að það við sagt þetta í útafnum. Hún er að keyra heim. Ég ætla að beðast afsökunar til allra kvenna sem hafa þolað ofbeldi. Og ég vil ekki grínast með þetta. Og svo, hvert er þátturinn komin hérna, drengir? Þú byrjaðir á að tala um krabba sem veika hunda. Hann var ræður, við vorum aldrei að tala um hund með krabba minn á hann. Nei, við erum aðeins núna, maður. En drengir, hérna, ég ætla að renna aðeins yfir hvað er að gerast í þættinum. Það er nú ágætt fyrir fólk að vita svolítið um þetta. Er þetta ekki a mystery bag? Jó, þetta er það, sko. Sveppi Krulladóri kom á, engi veit hvað gerir. Það er just punki ykkur, sko. En við erum samt aðeins að heyra, hvað gerir þú í sumar, Sveppi? Fórstu eitthvað? Já, ég
fór sko ég náttúrulega kom með svo gömul börn þannig að við förum bara hjónin einhver við fórum til Litáen og vorum þar að snáða Ballslausa? Hvað voru það að smikla amfetamín? Já, ég er í Litáen sem mafíunni. Nei, voru það að smikla ykkur og glein? Nei, hún er náttúrulega með sparriraskat sko tekum mikið. Nei, hérna við fórum bara strax bara, við verðum ekki bara beðast afsökunar og setja tónlist í gangi. Ég er að reyna bara að kontróla ykkur þetta, það er mjög erfitt sko. Svo bara tókum við smá Vestfirði. Já. Fórum aðeins á Vestfirði, fórum á Þingeyri og tókum hérna Hveravík og Hólmavík og Veiðirí og tralala með yngsta guttanum. Ítalía smá og bara eitthvað svona snáðum sko, þetta var ekkert eitthvað merkilegt. Hvað meinur þetta? Þú er búin að vera að segja ég fór hringir í kringu landið á 4 dögum í sumar sko. Já, var eitthvað elda þig? Já, það var náttúrulega máli, það var verið elda. Og nálaði þig aldrei? Ég var alveg Nákvæmlega varst að fara svo hratt í kringu landið? Ég var svona 5-6 dögum og hérna, ég var semst að leika í sjónvarpsþætti sem var tekin upp á Hólum í Hjaltadal og ég náði að ljúga fjölskyldu minni með í íbúðina og svo áttu við næsta stefnumót 5 dögum síðar rétt hjá Kirkjubæjarklaustri. Hann var ákveðum að taka austurleiðina og þar með var það ringur. Það er mikið dörri í gangi. Við tókum Prag hjónin og fórum í svona paraferð, bara 2, bara hjónaferð. Svingferð? Nei, bara gamaldags. Já, bara old school. Heitbundin. Það er að koma að sterkir. Old school ást. Og nákvæmlega sama. Hún er að detta mjög sterk. Og nákvæmlega sama tíma í Prag var Kös með 45 ára ammælis. Sá stafræni. Já, þetta gerðist það bara. Voru þið bara í rólegheitum, ætluðu að fara að hlaða batteri? Já. Og þá er bara Auðun Blöndal og Sverrir Bergmann og Hugi og Kös og allir í Prag. Veistu hvað? Hittuðu aldrei. Já, svona að gera þetta. Bara ditja þetta lið. Þegar ég ætti skít, við samgleðumst þér ekki. Það er nefnilega leiðin. Herru drengir, ég ætla rétt að renna þetta yfir. Það er sko, Netan og JJ er að fara að koma hérna eftir í spjall. Ok. JJ? Já, Jón Jónsson. Já, þetta er stórt. Ok, akkur eru þeir að koma samt? Ég í rauninni veit það ekki alveg. Jú, bara Ice Guys. Það er náttúrulega risa tónleikar, það er sería, það er allt í gangi. En eru tengjast þeir í túninu heima? Já, þeir eru að koma hérna. Þeir eru verða hér í Mosfellsbænum. Alla helgina? Nei, bara eftir smá, eftir hálftíma. Herru, jú, en ég vil að ef fólk vil koma og hitta þá endilega kíkja inn í garðinn. Þeir eru að mæta bara, þeir ætla að vera bara til kortir. Þeir ætla að koma eftir klukkan hálf. Það er ekki litla. Nei, hvort myndir frekar, Sveipi? Þú ætlar að sjá um það. Já, ég er búinn að segja mig það. Já, það er alltaf á hálum ís. Já, það er nú ekkert á hálum ís núna. Nei. Já, það er náttúrulega ekkert að marka hvað ég segi. Nei. Ég ætla að jafnvel að henda ykkur í How to Do Fellow Kids líka. Þekkið ekki verður á sínum stað myndur fyrir Cast-Story. Þú ætlar að heldur betur, ég settist niður með minn uppáhaldspenna og tók fram pappirinn og skrifaði niður hvort myndur fyrir Cast. Það ekki? Það er flottur á FM maður. Já, ég veit. Þetta vera hérna alltaf. Ég veit það. Það er alveg svo afið sinn sko. Já, og svo kemur við hérna, við erum með fullt að liði með það. Korika verður líka hérna og Pretty Boy ætlar að kíkja eða smá chat hérna í lókþáttar. Það verður bara Þetta er svolítið strákar, við erum bara svolítið hérna on our own. Ég ætla að vera bara hreinskilinn, þú veist, það er enginn að grípa inn handbremsu hérna. Nei. Ég ætla að segja ljóta hluti hérna eftir og játa. En af hverju ætlar að vera því? Testify sko. Nei, það er ekki þannig. Ákæra. Já, bara slakar aðeins á og þátturinn er bara nýbyrjað drengir. Við þurfum aðeins að hafa þetta hérna. Herru, en ef við ekki bara keyra þetta í gang, ef við ekki bara fá fyrsta lag þáttarins og svo ætla ég að henda ykkur í erlend slúður. Ég ætla að vera með það í dag. Er þið ekki peppaðir? Jú, það er bara þess að við erum minna sko. En megum við vera jafnvel fara bara á Kjúllan 2025 á meðan þú gerir það? Já, ég megi alveg rápa þetta. Já, þetta er þannig þáttur. Herru, við erum í stuði eins og þið heyrið. Fáum eitt lag og hendum okkur í erlend slúður. Ég vandaði mikið í þetta. Topp tónlistarstöðin FM 957. Ég þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 97 og við erum í beinni útsendingu frá Hlekari í Mosfellsbæ. Bæjarhátíðin túninu heima er í gangi og hérna er Hlekarstúnið að fyllast af fólki. Það er bara staðan. Við erum hægt að sjá í grænt. Já, það er svoleiðis. Þetta er flott, drengir. Það er hoppukastalar hérna fyrir utan og Já, hoppukastalar og allt hérna, kjúlabarinn og það er allt í gangi hérna. Herru, hérna ég er að fara með ykkur í erlend slúður. Já, það er rosalegt. Já, sko blöð er nú alltaf með hennar lið. En nú erum við samt bara allir yfir fertugt. Ég veit að af hverju talum
Ég fór að hugsa þetta ángríns. Útlenska leikara sko. Ég var að fara að hugsa þetta. Ég sagði, af hverju erum við, nú blöð ekki, af hverju er ég með hennar lið? Af hverju er ég að standa í því að fara þetta? Við erum að tala þetta. Þetta byrjaði í 70 mínútum árið 2002. Já. Og Auðun Blöndal, þetta hefur verið dagskráliðurinn hans síðan og hefur fyllt honum alla ævi. En Öddi, hann sko, og hann til varnar, hann gerir þetta mjög vel. Hann talar með mjög svona hlýrri röddu til fræksfólk sem hann hefur aldrei hitt og aðdáðan og virðingu. Veistu út af hverju það er bara, hann er svo geðveikur í hausnum, hann hugsar, ef þetta fræga fólk heyrir þetta einhvern tímann, að þá vil ég vera með þessa rödd, þannig að þeim líki vel við. Ef bara Tom Cruise væri bara á æðrun. Nei, hann hefur sagt mér að hann reyndi nú einhvern tímann að senda Britney Spears hérna á sínu tíma. Hann var skotin í Britney Spears. Hann var að reyna að fá hann á date, sko. Nei, hann var ástfanginn af Britney Spears. Já, hann reyndi það, sko. Hann actually reyndi það, sko. Maður verður að gefa hann það, sko. Ég veit að hann hefur unun af frægu fólki. Það er alveg bara svona óþægilegt fyrir allir. En hafi ekki allir unun af frægu fólki? Nei, ekki þegar þú hittir það. Þá ertu reynum kannski að halda hann missir allt cool. Hvað með eitthvað, dæmi? Já, bara við erum alltaf búin að tala Gus Hansen og Randy Jackson og svona sem hann er búin að hitta í Vegas og svona. Hver er Gus Hansen? Það er danskur pókerspilari. Og byrjuðu mist hann kúlið fyrir fram Vegas. Það gerði, við sátum á veitingastæði í Vegas og hann lappar svona 20 metra frá okkur og hann öskrar bara, Hey, Gus Hansen! Huge fan! Og Eiður Smári ætlaði að berja þetta, sko, af því að Eiður finnst þetta ekkert merkilegt, sko. Nei, vá. Og hann hefur beðið Eiður Smára, hann hefur farið inn, sko, eftir svona leik þegar Eiður var að spila með Chelsea, sem að, og þá er Chelsea bara stórt og allt í gangi. Það er litlir í dag. Já, og Öddi fekk miða og fekk að fara inn í, ekki inn í klefa, heldur bara þar sem að leikmenninni koma eftir leik og hann lét Eiður verið að taka myndir að sem öllu leikmenn. Það er ekki hallarænslegt. Hvar geymir hann þessa myndir? Bara þetta grínast, þetta Frank Lampard maður. Nenni að taka með Eiður bara, nenni að fucking hætta. Hvar er þessar myndir í dag? Ég veit. Þetta er bara einhver síma sem hann er búin að tína. Já, þetta er einhver síma sem hann tína. Hann tekur bara einhverja myndir sem tína, hann blöður ekki með eitthvað svona skí og klát. Nei, hann er ekki með neitt svona tæknidæmi. Hann er ennþá bara með debitkort og setur pinnúmeri sitt í hósam. Hann er búin að falla 3 fyrir einhverju Netflix-skemi. Er þetta ekki búin að heyra þessu? Nei. Hann fær alltaf reglulega e-mail sem er eitthvað, herru, hérna, paymenti fór ekki gegn á Netflix og hann ítir bara linkin og setur kortið inn bara, þú veist, þetta er samt á auto hjá hann bara, þetta fer alltaf bara automatist í greiðslu hjá hann, hann þarf ekki að vera pæli í þessu. Nei. En samt hann er búin að gera það 3 svar. Mér finnst þið vera hjóla full harkal í blöða þegar hann er á golfmóti. Hvað meinar þau, þeir fá þig oft í þáttinn og... Já, og ég viljaði bara heyra dört Steinda. Ég veit það, mér langar núna bara að heyra. Auðvitað finnst ennþá töff bara að hitta sig og bendin, sko. Það finnst honum bara, það er bara huge. Já, en Akkur kom svona óþægileg þögn. Mér fannst eitthvað svona óþægileg. Nei, hvað meinur þau? Skrítið að þið finnst ekki töff að hitta Sigga Beinteins. Þú veist, þeir eru í sama, við erum bara Sigga Beinteins. Hún er eitthvað Eurovision-stjarna og lesbía og dúkari. Já, það er geggjað, hún er bara vinkon okkar, hún er bara í sama bransa og maður er ofta að skemmta það sem hún er að skemmta. Það er aldrei eitthvað svona, þú ert ekkert eitthvað svona upp með þér lengur. Ég var að gleyma að við erum í Bransonum. Já, en svo náttúrulega var, Randy Jackson var kannski líka hálfa afasamt þarna. Já, þá var hann. Hvað gerði hann? Fór hann að gráta? Nei, hann sagði bara, yfir hann á okkur flugvöld eða ekki? JFK. Var hann ekki að klóða yfir hann? Randy var bara að lappa með einhvern bakka, fór sér að borða á okkur flugvöldi og hann á Eiður. Og ef Eiður er vitni af svona, þá verður hann instantly brjálæður. Já. Af því að þetta er svo ógeðslega astanlegt, sko. Já. Að bagga frækt fólk. Já, hann sögði upp úr það. Sögði upp úr? Ég smakka í hausinu á hann. En ég er búin að finna þetta til. Þá hendum við erlends slúður. Ok. Og hérna, nú er ég, sko, við þyrstum að vera með eitthvað svona fréttastef og svona, eitthvað stemningu. Herru, hérna... Kom Sveppi að koma heimann með stefi? Herru, Julian er í stúdíónu, kannski finnur hann Julian? Julian, hvað besti maður. Julian Hafstein. Bara það er eitthvað svona fréttastef og hvað erum við alltaf með í gangi á erlendu slúri? Er það bara svona? Já, það er ekki bara... Nei. Ég kann ekki dáta maður. Julian? Herru, við erum ekki að pæla í þessu. Herru, fyrst er móli hérna. Taylor Swift, strákar, hún er búin að, hún er búin, vola var dýtla undirbúið. Taylor Swift er búin að, er skipst um bíl, það er að keyra Suzuki Swift. Ég er að opna Fólk er að slökkva, það er að skipta yfir á Rástöð núna. Allavega ekki bara, hvar er Kristoffer Helgason? Allavega ekki skipta yfir á bylgina, það er alveg keisla þar. En Taylor Swift hérna,
Hún var sem sagt að nú kemur alltaf svona pop-up á síðan hérna. Hún var að, nei, hann Travis hérna, hvað heitir hann aftur? Rúbíkæinn? Ég veit ekki, halda áfram. Hann heitir Travis Kelce. Já, þau tvö voru sem sagt að trúlofa sig. Okay. Shit, þetta er bara svo að heyra að sögu frá bara heila billuðum ættingja. Þetta er bara reyna Þetta er vel preppa dæmi hérna. Býttu aðeins, það eftir að koma hérna smá í lokin. Og þau eru sem sagt búin að trúlofa sig og eru saman og eru mjög glöð saman. Fylgir þessu. Já, þau eru mjög glöð. En það sem skrítið við þetta og ekki kannski bara, svona, ég veit ekki, ég ætla að byrja þetta undir ykkur að þau búa ekki saman. Þau eru saman, þau eru trúlofuð en þau búa á sikkur staðnum, þannig að hún býr sérst í New York og Beverly Hills og Nashville meðal annars, en hann alveg slagur í Kansas bara. Þannig, svona gerir mjög ríkt fólk þetta. Já. Og meina, ef Sveppi til dæmis væri Sveppi í Bandaríkjunum, þá væri hann örgulega búsettur, þú veist, í New Orleans, Íris væri, þú veist, örgulega LA, svona upp í Kaliforníu, norður Kaliforníu. Þannig að þetta basic dæmi bara. Og þau myndu hittast 3-4 sinum ári, en drullu happy, sko. Já, einmitt. Kannski aðeins oftar en 3-4 sinum ári. Það alveg svakalegt maður. Það ekkert ógeðslega langt á það milli, sko. Nei. Veistu hvað, ég að segja eitthvað. Þetta eins og ég var ef þið hitt eitthvað frá Bandaríkjunum og spurði út í líf hans, þá yfirleitt kemur eitthvað svona að hann kvaddi fjölskylduna sína 18 ára aldur og fór í college og hann bara kom aldrei aftur nema bara jólunum. Bara Thanksgiving. Já, og þetta er líka svona í Þýskalandi, þetta er svona í stórum löndum, þessi rosa fjölskyldu tengingina, fólk bara alltaf bara, herru, ég er farin núna, sjáumst. Þetta er svona svipað hérna, þetta verður aldrei neitt töff hérna heima, bara svona Sveppið með hús í Búðardal og Einastöðum, svo konan hans alltaf á Akureyri. Hann fór í FB og kom svo bara ekkert aftur. Hann bara búin að vera einhvers staðar. Fór bara í verkmenntaskólan á Akureyri. Hann er búin að vera bara inn í Eyjafirði síðan, sko. Við getum ekki pullað þetta hérna, sko. Hérna hittum við bara frænguðina bara á hverjum degi einhvers staðar og bara á röllum. Þetta er gott. Herru, hérna, ok, þannig að fjarsamband og svona. Þið myndu svo sem alveg, þið skiljið þetta og getur jafnvel bara pullað þetta. Dóri, þú ert svona, þú gætir þetta. Ég gæti þetta. Er það ekki? Já, ef þú ert svona ríkur. Þú ert að tala hérna í þetta? Nei, ég tala bara við þann sem ég bara vil. Hérna, þegar þú ert svona ríkur, þá, þú veist, þú getur ekki alveg verið eitthvað að tala hvað þið ætla að horfa á Netflix í kvöld og eitthvað svona, þú veist, hver ætla að skulda. En er þetta ekki bara hann með lögheimili þarna og þau eru mjög mikið saman í alls konar húsum út allt? Já, ég meina, vonandi, það er bara vonandi allt í gangi bara, en þetta er svona, ég náttúrulega bara elda þetta nýjasta slúður. Já, við getum ekki tala meir Taylor Swift. Nei, færum okkur yfir í næsta móla, það Jeff Bezos sem það er bara einhver yfirmaður einhvers fyrirtæki. Amazon, já, hann founderinn þar og Strákar, eitt ljótasta skoffin í Íslands var þetta inn. Já, þetta er rosalegt, sko. Hangin eins og hestur. Jón Jónsson mættur og herra Hnitsmjör og það bara hestur. Þú voru að klára ekki, það bönn. Herru, hann komin allavega og þeir ætla að detta inn í spjallin smá. Herru, Jeff Bezos, förum aðeins yfir þetta því að hann var að koma inn með sem sagt rosa fréttum í það. Hann með 1 hour rule og nú erum við að tala morgunrútinu. Það sem hann gerir hann vaknar á hverju mótni og fer ekki í síman. Hann nota fyrsta klukkutíman alveg símalaus og til að runga sér. Hann runga í 59 mínútur sem svagt, sko. Það eina sem gildir, sko. Það svo að fara í sánu, sko. Já, fréttin ekki það, en fréttin í rauninni að hann hlusta bara hljóðbækur og fleira og það sem mér fannst athyglisvert við þetta að mér langaði svona aðeins að heyra bara hvort að þið væri með einhverja morgunrútinu. Hvernig þetta þú veist, þú vaknar, ferðu beint í síman eða ferðu kaffi eða... Ég fæ mér í vöruna, ég hætti upp á kaffi, ég gef börnunum morgunmat, ég fyrir út að ganga með hundinn, ég kem heim og runga mér klukktíma. Nei, þetta ekki. Bezos stæl. Nei, hættu þessu. Reyna að leiðrétta þetta. Já, hættu þessu. En þú Sveppi, gerð þú eitthvað? Nei, ég var basic, sko. Ég, bara leið og ég vakna þá það alveg saman hvað klukkan það er nefnilega vandamál með mig að því að við deilum því að okkur finnst leiðilegt að sofa þannig ég alltaf svo glaður þegar ég vakna þannig að ég stend bara strax upp fyrir að pissa og busti með tennar, klæði mig og fer bara niður og þá er ég bara ég að fá mig kaffi, kíkja þessi síma. Ertu ekkert að vakna og svona ég þarf ekkert eitthvað svona þú fer bara beint fram úr og svo bara kíkja á klukkan og þá er kannski bara svona 20 mínútur yfir 6. Já, ertu farin að vakna svona snemma? Þá er það geggjað, einstöku sinnum en það er ekkert eðlilega næs að, veist, þegar þú ert með 3 börn á heimili sem orðnir úlingar og þetta er farið að lykta að vakna og vera einn
niðri í svona 40 mínútur. Það er eitthvað mesta quality time sem þú getur fengið í heimi. Þegar þú hættur að fá út á kvöldin, þú getur ekki vaka lengur enn krakkarnir. Nei, þau eru alltaf vakandi, sko. Það er skellur í lífi, sko. Þegar maður bara, hvað ætlar bara... Já, drullar að sofa maður. Já. Og hann bara drullað í þig. Maður bara, það var þriði móli, drengir, og mér fannst þetta að vera svolítið svona, ég tók Vestley bara, ég veit ekki hvort ég kom ekki til inn á þetta áður. Já, ég fór á. Mér finnst það svona, það er bara svolítið spenntur að heyra. Ég fór að kíkta á hvað hann er að gera, en ég gæti verið búin að fara yfir þetta, sko, því að það er ekki mikið að frétta á hann. Endur tekinn efni, slúður að fæða. Ég veit ekki, ég er aldrei með hann að lið samt, ég trú ekki að hafa verið með þetta áður, því ég er aldrei með hann að lið, en þetta er ekki nýtt samt glænýtt, en Wesley Snipes, hann var að bæta sem sagt 2 Guinness heimsmet. Ok. Og það er sem sagt með svartasti maður. Hann var að leika sem sagt cameo hlutverk sem Blade í Deadpool og Wolverine. Og það er í rauninni svona það lengsta, hvað segir maður, lengsta bil á milli þessa að karakter hafi sést. Hann er í einhverjum Blade myndum og svo bara líður tíminn og allt í náttúrulega mættu bara í Deadpool sem cameo og Wolverine. Þannig að hann bætti heimsmynd. Að taka þessa staðrind og kalla hana met. Þetta er heimsmynd, eins og þetta sé keppni. Já. Það er gallið við sem er heimsmynd. Það er enginn að keppi í þessu. Þegar þú heyrir eitthvað bara heimsmynd í hlaupið, það er allir að hlaupa. Þetta datt í fangi á honum. Ryan Reynolds hefur bara heyrt í honum. Hvernig væri þú myndið bara að mæta? Ryan Reynolds? Hann er Deadpool. Þú ert svo auðvitað núna. Hvað er sannsinn að maður hjút Sven? Þetta var Ellen slúður og ég vona því að hún átt gaman að þessu. Hvað kostum við 3 mólar? Það er alltaf bara 3 mólar og stundum er bara 2. Þetta er small penis energy. En hvað helst þið myndi komið 7 móla af TMC þýttum fréttum? Þetta er bara skildulíður. Herru, við erum inn í beinni frá Hlégarði og við hvetjum alla til að koma hérna á túnið, nóg fyrir alla og algjör stemning hér í allan dag. JJ og Netan eru að sveima húsið. Fáum smá tónlist svo koma. FM 957. Það held ég, við erum að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 í beinni útsendingu frá Mosfellsbænum. Það voru að koma rosalegi gestir hér, ég get ekki satt í stúdíu, bara í Hlégarð, þá voru að koma gestir í Hlégarð, það er JJ og Herfnitsmur. Það eru Ice Guys. Þetta verður ekkert betri helmingurinn úr Ice Guys. Já, þetta er betri helmingurinn. Þetta er svona lestarstjóratir. Já, þetta er það, sko. Þetta er svona þeir sem einmitt. Já, þetta er ég er mjög sammála því. Kannski þetta var notað 10 mínútur til að shitta hinagörðuna. Já, eftirlega. Það er ekki mikið veist. Hvað vil ég vita? Þeir eru ekki, þeir get ekki varð sig. Sko Aron Kavan og Kortur ég að fara að taka átt í Eurovision á þeir hring. Punky Dóra og það er svo hættulegt að fá hann. Þessi menn þeir eru útkörun eins og við. Ekki þú. Þú ert ekki úr útkörfi. Þú ert í Breiðholti. Ég meina það ekki útkörfi. Vistu að ég eitt augnablik held ég að þú værir Eiðsmári. Þú ert fyrir mér, þú ert hann að landi. Nei. Sko hann er úr kraganum. Við höfum sömu kjörminn hérna. Þú hlust upp í sveit, sko. Þetta hétt Mosfellssveit. Þú hlust upp í Mosfellsdal og það er sveit. Það er svakalegt, sko. Í raun og veru. Ætlaði þú að fara drulluðu sveppa fyrir hvað? Að vera ekki úr útkörunum? Ég veit ekki, ég var ekki búin að ákveða á því. Ég ætlaði bara að sjá hvað myndi stikka og það stikkaði ekki neitt. Dóri er ósamlega sjálfur sér bara á mínútufresti. Herru, hérna, já, auðvitað, það er bara must. Það er sem Jón segir alltaf. Ég hef alltaf sagt það. Guys, það er alltaf leið að skipta skoða. Og ég segi það, þetta er flott. Er þetta flott? Nei, þetta er ekki flott. Þú ert alltaf gengin í Vinstri græna, eða ekki? Jú, algjörlega, ég ætla að reysa. Það er almannatengill. Ég ætla að reysa. Það er að gera þetta. Við stefnum á þig. Alltaf guys. Græn guys. Ég er mjög gaman að grilla á típunni á Instagraminu. Já, það hlakkar í djón fyrir síðan. Komin með kolluna, komin út í sjó að grilla. Ég er gaman að þessu. Kanntu að grilla? Ég er nefnilega fínasti grillari, sko. Hvað meinur kanntu að Hvernig ert þú grilla? að elda? Ég er góður. Er það? Já. Af hverju hef ég aldrei séð þig monta þig af neinu sem þú er eldað? Af því að ég er ekki í játn góðu samstarfi og Jón. Herra, en ég get nú vátsað það. Ég fór í kjötbúðundaginn. Hvar voru aftur? Mynd af Jóni Jónsson í kjötbúðunni. Við hittust í kjötbúð ágríns bara fyrir nokkrum bara dögum, sko. Ok. Og ég mætti inn og ég er alltaf svona þegar ég mætti, hvað á ég að fá? Ég fá mér eitthvað naut eða þetta lamb eða hvað, ég veit ekki neitt, sko. Ég er bara svona
að redda mér á grillinu sko. Og Árni græjaði bara mína pöntun. Hann bara, ég bara veit alveg hvað þú fá. Og hann bara pantaði fyrir mig sko. Hann þarf að fá 2 kíló úm í stripplaun. Og hann þarf að fá eina steika úm í ribba bara til að prófa. Hvað segir þú? Þú grillar. Þú Árni eru svolítið með þetta. Ég, samt sko, strákar, ég elda mikið sko og mjög gott og mjög international cuisine sko. Líka bara gullas og svona, ekki bara gullas og ég bara var með spænska eggjaköku inn í fyrra dag en bleikri það omeletta og lauk sko. En eftir í fyrst gerð eina núna Góðum að hægnu þú lítur út og þú getur ekki hrætt í hafragrauð Reyndar gerur Sveppi bestu pullur landsins það bara þannig því þú setur brauðið inn í álara og hefur það heil lengin í opni og svona Heil lengi? Já. Nei, bara nógu lengi. Ertu þá að grilla? Ertu að sjóða bara pulsuna? Þú síður ekki pulsu eða þú ert með grill, sko. Nei, ég segi en þetta er það, ef þú síður pulsu, þá má hún ekki springa, sko. Hot ekki er það. Grillapulsu, þá verður hún að springa. Sömur vilja sprungna pulsu. Herru, drengir, við þurfum að ræða þetta bara sérna. Við ætlum að fara eins yfir Ice Guys, bara það er, sko, bara til hamingju með þættina, til hamingju með þetta allt saman. Já, það 3 komir út í dag. Já, það leikið konu. Já, þú komur með nýtt hlutverk. Gísli var ánægður með þig. Hann er búinn að láta reka Nínu og heyrðu, þetta er náttúrulega hérna Höskuldur að fara að leika Vigdísi eða ekki? Svo deyr Rúrik Ég leik Vigdísi í seríu 2 Þáttu 3 strax komin maður Er þetta bara 4 þættir? Já. Hvað hefði drepið ykkur að skrifa álur sér? Það er Sóla Það er Sóla Í Sóli Hólm, Skrifið 6-8 þættir að ég er alvöru handritshöfundur. Já. Þú veist, það er alltaf að heyri mér eða viljið fá okkar alvöru sér. Hvað meinur þið? Sóli er að skrifa Ég er búin að býða inn 2,5 ára eftir einhverju hlutverki. Já, hvað er að gera? Það er að koma, býttu bara. Er ekki afturinn í 2 eða framleiðandi. eitthvað? Já, en hérna, svo eru alltaf tónleikastar. Já, við erum með tónleika. Ice Guys í höllinni. Já. Miðasæli hefst núna á mánudaginn. Það er, fór út svona smá sponsor fórsala í morgun, Æslandir og Síminn og það er uppsett í fórsölu. Þannig að það er bara let's go á mánudaginn. En ég sá á hjá þér, Árni, að þú varst að tala um að það verði ekki auka, þú veist, það er bara það sem er auglýst. Já, við heldum, við vorum með 2 daga í fyrra. Já, við erum bara með 1 dag núna. Já, við erum með 1 dag núna, þannig að við vorum með 5 tónleika í fyrra og við erum með ferna. Þá er þetta fyrstu koma, fyrstu fá dæmi, sko. Og það er líka færri í, við erum með það eru færri miðar á hverja tónleika. Og það er ástæða fyrir því, eða ekki? Við erum að fækka fyrir þjóðin. Jú, það er eitthvað breytingar á skipulagi. Já, það er breytingar á skipulagi í höllinni. Já, og einhverju sem kom upp á. Það er algjör óþarf að fara að tala eitthvað á rosa vikið um höll. Já, það var náttúrulega fólk sem var næstu í dáið þegar Stefán var með tala. Ég var þar. Þú ert í svo leiður og kýr í dag. Ég var að draga fólk úr flögunni. Látt ekki svo kjáni þetta. Er þetta kontrolla að í fyrra þá gekk allt fárlega vel, það var allt skipulega tókslega vel og bara fólk inn og út og allt að gerast Sjátabaksal, en við fækkuðum samt að því að það voru nokkrir, það voru svona kannski 3 sem það voru Angrísson og 4 og þetta er sko Jón Jónsson Productions núna hérna að fækka þeir voru ásáttir að það voru einhverju 2 sem að sögðust ekki sjá en það voru samt sko svona 4 risastóru skjáir inni og fyrir utan Já, er það að tala um þegar þið voru með háhæsta ég man eftir þessu eða banna háhæstana og láta henda fólki út sem tekur Er háhæsturinn, er hann bara er hann með comeback, er hann bannaður? Það færri á gólfinu þar að leiðin ættur að geta kannski færti til og séð betur En ef það eru hot babes í háhæst Ég leiði það. Já, það verður að vera þá kvöldsins. Háhæsturinn er rersamt. Já, hann er sjálfgjafari. En þá sjálfgjafari er hánhesturinn. Hann er svolítið, hann er nefnilega skinu skepna. En það sem ég skil ekki, ef enginn er á háhæst, það er bara enginn á háhæst, myndi ekki allir sjá það? Ef allir sjá Ekki þeir sem er að taka á áhæst Þeir alveg þurfa að koma næstu tónleika Þá mögulega sér það ekki Svona minn 30 ára En þá bara ferður bara aftast En svo er þetta náttúrulega líka bara skiptir einhver máli Ef einhverju háhæstur í framæði þá færir þið bara Eða segir við hann bara ég drepi og lætur þetta falla ekki niður Herru, einn strákar Ég held að getur hverki farið á tónleika Let's cut the crap Hvernig bíla ætlaði að kaupa ykkur fyrir hagnaðin?
Já, sko, bara að það væri Eru bílar góð skattar og þetta rosalega kostnaður sem fyrir þetta. Þú ert náttúrulega með Sexy Rú í þessu öllu og þar, hann bara búin að vera einhverjum Þýskalandsgíkum. Þannig að hann var borgað í Deutsche Marks. Nei, ég að segja að það að halda tónleika bara, við erum bara að setja milljónir í einhvern glanstúk á sviði sem hann bara, nei, ég er að fara að dansa hérna, ég er á glanstúk. Það er dýrt að halda þetta. Það er bara það sem við Ég skal vera nýji Sexy Rú og ég er ekki með sérþarfir og ég er linur, sko. Lind í mér, sko. Sko, Dóri væri reyndar alveg góður í bandið, sko. Kjósa hann út. Herru, Dóri getur sungið, sko. Þetta er a real man. Dóri, takk fyrir eina laginu, syngdu aðeins. Herru, þegar ég að kasta núna í nýtt Ice Guys, hvernig mynduðu kasta? Ég myndi segja við þrýr strax við borðið. Ég, Dóri og Sveppi alltaf, bara strax. Þá vantar náttúrulega Það er alltaf, þá er þið komin svona nýr ís sem að væri bara endurnýinn og hlunk. Já, við getum verið með hlunkana. Hlunkarnir. Hlunkarnir. Já. Strákar, ég er að reyna að rýbranda mig í millivíkt. Millimál. Millimál? Herðu, millimál? Það er gott. Er þetta ekki eitthvað svona grautur? Þetta er svona poptónlist fyrir gaura í meðurinn. Það er geðveikt koncept. Það er bara svona 70% heimsins. Já, bara reyna einhvern veginn aðeins. Herru drengir, það er miðasala. Hún er að hefjast á mánudaginn. Mánudag klukkan 10. Og við byggjum fólk bara í guðuna bara að vera á tánum. Það er ekki hægt að vera alltaf með allt lóðrétt. Og börn náttúrulega sem var ekki, þeir foreldrar sem eiga börn sem get ekki boðið með á þessu tónleika, horfið þá bara eftir þeim í ruglu og vitleysu og verið tilbúin að takja þau á stöðla og svona, skilja alveg. Það er staðan, sko. Þetta var Dóri Díana sem sagði þessi fleika orðið. Eru ekki hægt að kvóta hann á pósternum bara þegar þetta byrjar? Herru, drengir, ég get lofað ykkur því. Herru, ég ætla að giska. Ég er búin að vera ég giskaði rétti á 8. daginn þegar hann fyllti höll á okkur sko korteri. Ég ætla að segja að þetta verði, hvað er þetta margar hallir? 1 dagur? 4. Ég ætla að segja þetta er 1 dagur. Það verður uppselt að einu deg. Heyrðu það fyrst þér. Við seldum 4 fyrra á einu deg. Það er rosalega. En ég er að tala, svo ég haldi áfram með þetta viðtal sem við ætti að reyna að hætta. Nei, haldi áfram. Við erum í, sko, það er engin blöður. Getur þaga Steinþór með klárum viðtal. Hvað erum við að fara að sjá þarna, skilu? Er þú að fara að taka lag, er að koma allir í sikkur, allir svo saman í bokkin, er eitthvað leinigestir, er eitthvað óvænt, er konfetti og... Það er gaman að koma inn á það. Það er að koma hlaupandi allsperri dverkar yfir sviðið eitthvað svona. Á fjölskyldusjói, þá færðu bara solid klukkara, bam, Ice Guys sviðinu, allt að gera, bam, 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 Já. Á kvöldsjónu, sem er kannski hugsa meira fyrir fullorðna. Það var helmingin af því. Já. Nei, þá erum við alltaf grínið að við séum að hita upp fyrir Ice Guys. Þá erum við svona að gera og græna og svo fáum ykkur að vinna okkar með líka. Svo kemur smá hlið kannski og eitthvað allir geta gert. Svolítið eins og FM 95 blöðsjóið. Það er ekki til umræði hér. En það verður enginn sem tekur DJ set, skilur við eitthvað svona. Þetta verður líka 4 klukkutímum stittra. DJ Steindi spilar í hérinu. Herru, nú er viðtalið farið út í rugg. Og nú er þetta alveg búið. Nei, það má ekki tala um þetta. Munurinn á Ice Guys og FM 95 blöð er að Ice Guys þola gaggrinni og eru tilbúinir að taka umræði. Herru, þú sér það, miðasala hefst á mánudaginn, 3. þáttur er komin út og ísinn er allstaðar. Er það ekki? Til lukku með þetta, þeir eru bestir og geggja að fá okkur. Við nú ætlum að fá okkur, ég vona að Húliðan sé búin að finna eitthvað gott Ice Guys lag núna. Já, takkið að tróðið upp í skengin á okkur. Já, sérðu, það var með þetta tilbúið. Topp tónlistarstöðin FM 957 Held ég, þeir eru að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 JJ og herra Hnittusmjör, við þökkum þeim kjallaði fyrir komin að geggja þeir eins og alltaf þeir eru að hanga einnig leikari, ég fíla þeir eru bara slaka á. Þeir vilja komast í tæri við kjúlan. Já, mér hefur verið mútað. Já, hvað gerist? Ég er bara að geta einn eitthvað Don's Donut sem byrtist hérna á borðinu. Herðu, það kom glaðningu. Nei, þetta lítur ekkert eðlilega vel út maður. Þú sér bara að þetta er ávinnabindandi. Manst ekki þegar, hérna, þú veist að ég og mín fjölskylda vorum einu sinni með Lil Lord Bits maður. Ég veit það. Kleinur hengja búið í mjóttinni. Steinþór er úr þessum bransa. Ég þekki alveg hvað er að gerast hér, sko. Í donutbransanum? Já, við áttum Kleinur hengja vél í alvöru. Það er rosalegt maður. Við vorum, mást ekki hérna í mjóttinni hjá Dóra. Já. Við vorum með Kleinur hengja búið við hliðina. Vá. Já, þú veist ég náttúrulega var bara krakki. Hver var pappi með þetta? Hann var með þetta.
Í mjóttinni? Já. Djúvel er það hart, maður. Nei, hann var bara að þvælast í Og einu sem var að gera kleinurhringjabransanum. kleinurhingi í bílskotnum heimahöfum Jöfnir, það er gott maður Þetta er bara fólk sem þurft að hafa fyrir sínu. Og pappiðin að gera kleinurhringin í bílskur? Já, pappi bara Þetta var vélinn, hvað áttar að tengja hann á baðherbyggja Finnst þér það bara eðlilegt? Þeir voru bara framleitir maður og smökkuðust vel. Já, geggjað. Og alltaf mjóttin gefur. Já, það er eina sem hún gerir. Frábær staður og það sem þetta er tenging, þú ert nú þaðan, þú ert úr bara ég er bara ólst upp við það að mjóttin var að byggjast. Ég er að segja það. Og þú ert með næsta lið líka. Það er hvort myndur freka. Já, hvort myndur freka. Smá heimavinnu þar. Ég vandaði mig núna, sko. Það ekki? Jó, vandaði mig mikið. Er ég með headphone hérna? Já, það ekki. Ekki? Hvað, byrju, ég veit ekki. Þú varst með áðan ekki. Þú liggja bara örgla hérna á gólunu. Það ekki? Ég veit ekki. Nei. Þarftu headphone? Nei. Bara áfram. Svo er það bara það. Heyrðu, ertu bara komin í svima? Nei, ég er að hérna bara borða fyrir móti Sko, ég bjóð til 3. Já. Hvort myndur frekar? Og þetta er aldrei skemmtilegt. Ég er svona, Þetta er ekki ógeðslegt. Er þetta ógeðslegt? Þú kom með lesklirun upp? Já, ég kom með lesklirun. Sko, hvort myndur frekar borða létt grillað mannakjöt, skilju, af úlling, skilju, og bara loka kjötinu 2 mínútur og leyfa því að standa. Þarf það að vera úllingur? Já, þeir eru best. Nei, þú myndir aldrei borða fullorðinn mann. Þú myndir aldrei borða kindakjöt, en þú ert til í lambakjöt, eitthvað ungt. Já, ég skilja. Það er sama með mannin, sko. Þannig að hvort myndur þú vilja borða létt grillað mannakjöt af úlling, skilju, eða borða heitan mannaskít beint úr opni, bara raskatinn á pappaðinu, skilju, eða eitthvað. Sko, þetta er svakalega spurning maður. Ég er náttúrulega ætla að segja bara strax mannakjötið og ég ætla bara að bæta við. Mér langar að smakka mannakjötið. Bara einu sinni alltaf. Bara box til að haki. En já, hvernig var þetta eftir með þetta? Var þetta ekki þjóðveri sem að auglýst eftir mannakjöti og að búa að gera bíómyndum þetta? Þeir sáttu 2 og borðuðu tippi á gæjanum. Já, einmitt maður. Það var gert bíómyndum þetta, ekki? Já, ég veit það nú ekki. En hérna, já, ég hugsi velja mannakjöti líka. Hitt er alveg svakalegt maður. Hvað meinur þú? Þú ert að tala um heitan mannakúk úr pappa mínum? Eða einhverjum bara svona álur kapp. Þú verður bara að taka hitt. Bara rjúkandi mannaskítur er það ógíslegasta sem ég veit að borða, sko. Já. Ég gæti síslað eitthvað með hann, sko. Síslað eitthvað með hann. Já, þegar mannakjöti er Þessi var auðveld. Já, hún var auðveld. Já, svona þannig. Já, ok. Hvort myndur frekar binda svona spotta í tippið á þér og hinn Er það allt svona? Og hinn endan í bíl sem að keyri svo ógeðslega hratt í burtu. Já, þú verður að velja hitt. Eða binda spotta í alla puttana á þér. 10 putta, skilur, og þú stendur bara með 10 og það er allt bundið í bílinn og bílinn keyrir í burtu. Ég held að myndi maður ekki velja puttana. Þannig að segja þetta aftur með puttana. Það er bara allir spotti í þennan putta, 10 spottar, 10 puttar og allir hinir endarnir 10 fara í stöðarna rútu, ekki rútu, sportbíl sem að spænir á stað og þú stendur bara svona og ég veit ekki hvað gerist. Þannig að annarkoð dregst maður til bílnum og deyr þar eða það rifnar af manni limurinn. Já, akkurát, sko. Þegar þú setur þetta svona þá myndi ég samt velja puttana, held ég. Að manni langar ekkert að sé verið að vasast í tippinu á sig. Nei, já, ekki. Nei. Ekki á þennan hátt. En kannski er það mjög langt eftir á. Kannski getur langt og mjótt, sko. Kæmur þarna með hangin, sko. Það getur grætt á þessu. Nei, þú myndi aldrei trúa því, sko. En það var Þú myndir aldrei græða á þessu, sko. Þetta eru ógeðslega spurningar. Þessi er ekki góð. Þessi er ekki auðsvarað allavega. Ég tek puttana líka. Já, bara láta slítaði puttana, basically. Komið góðjón inn. Þetta er húsfluga. Okay. Og við erum í húsi. Þannig þetta er alltaf. Ok, næsta, má ég sjá. Hvað er margar? Ég er bara með 3, sko. Ég get ekki að tekið eina, ég er með úkslega skemmtilegt hérna. Sem að ég var með einhvern tímann daginn sem að Dóri hefur ekki prófað. Ég geti prófað, sjáum til. Hvort myndur frekar vera sem sagt alltaf í sömu fötunum, bara núna. Þú ætti að vera í þessum fötum, leiðilegt fyrir þig, Dóri. For the rest of your life. Þú í hlutverki tískulöggu er sko sataníst. Ég er í stuttbuxum og inniskóm. Ég er í öllum öðrum löndum en Íslandi væri ég sjúinn, sko. Ok, hvort myndur frekar vilja vera bara í sömu fötunum for the rest of your life, sömu sokkar, nærbuxur, alltaf. Mátt alveg fara úr sem þau fara að sofa, en alltaf í sömu fötin. Aldrei þvegið.
Helst ekki, nei. Okay. Eða að vera sko allsber í eina viku í mánuði for the rest of your life. Í viku? Eina viku. Sama hvort þú ferð út í búð og... Já, þá ertu bara allsber, sko. Eða máttu vera með hanglaði í slopp eða eitthvað? Nei, en má ég senda, en verði að gera, má ég ekki bara hanga heima það? Jú, en þá þarfstu samt að eiga mjög skilinsika konu sem nennir að fara í öll missionin. Já, svo þarftu nú kannski að skjótast eitthvað út og skuttli á fótboltaæfingu, þá ertu bara allsber. Eitt fundur, ekki staðar? Eitt fundur, allsber. Já, og hvað var hitt aftur? Að vera í sömu fötunum for the rest of your life. Já, allæfi, sko. Já, ég hugsa að ég myndi velja það, sko. Að vera í sömu fötunum. Já. Já, ég nefnilega var að hugsa. Hvað er þér? Mér finnst þetta yfir að vera í sömu nærbuksunum alltaf. Það er alveg eins og fer bara í búðin og allt. Það má ekki þó. Hefi vondlykt af súrpunglykt af Dóra. En þú getur ekki lokað alltaf inn í viku í hverju mánuð. Nei, þá ertu bara allsber. Þá ferðu bara allsber í krónuna. Já, svo myndi fólk náttúrulega hend út, sko. Já, ég heldur megið það ekki, sko. Það væri eitthvað bara you cannot do this here. En þú veist, þú gætið verið samt kannski svona þekktur í bæjarfélaginu að þú ert bara svona innan bæjar að rápa. Þá vita allir af þér og allir búinir að taka þessu svo þetta er bara. Bera vikan hjá Steinda. Já, hún er við hafinn. Ég tek það örugglega. Ég hugsi takja það frekar. Eins og það Dóri segir, ég myndi að kundi bara eftir 10-15 ár. Þú veist að labba ykkur stær í sömu narjónum. Já, það er 10-15 ár, sko. Það er bara næstu viku. Þú bara jarðaður í því svo hann kemur enginn í jarðaföruna því að bara stinga kistan, sko. Já, ég tek allsbyrju viku. Nekt. Sko, þetta var það sem ég var með, sko. Binda spott á tippi, mannakjöt og allsber, sko. Hvað varstu með þetta hitta þannig? Þú er ekki gaman að ykkur. Hitt var skemmtileg, sko. Hvort myndur freka vilja vera í gæsluvarðaldi í serbnesku neðanjarðafangelsi þar sem þú ert waterbordaður og lamin daglega eða smakka kúkin úr öllum sem þú þekkir. En þetta er svaka útvarpmaður Hvað er að því? Orðlausir það. Þetta var samt einhvern tímann fórum við yfir þetta, sko. Já, ég myndi, þú veist maður myndi velja hitt náttúrulega. Smakkan? Nei. Að vera bara að pynta það daglega? Nei, hvað, á mótið að smakka á daglega kúk? Nei, bara smakka kúkin og öllu sem þekki. Já, maður myndi taka það. Við þurfum að skilgreinleika hvern raunverulega þekki. Já, svo væri það alltaf á dagli. Það er 3-4 görur. Herru, drengir, ef Auðun Blöndal væri hérna, sem hann er ekki, en ef hann væri hérna, þá væri hann búinn að biðja stuttar. Hann væri búinn að gera þetta hérna. Já, hann væri löngu búinn að taka stuttli. Herru, við höldum að fara með eftir smá. Þetta er FM 957. Það er ég, þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Og ég heiti Dóri DNA, ég er einn af sonum Moselsberg, ég er einn í þráðbeinni útsendingu beint frá Kjúlanum á Hlégarðstúninu, hér á túninu heima. Það er bæjarhátíðin í Mosó og allir er í stöði. Rétt, já Dóri, djöfull ert honum góður í þessum að ég herru, förum aðeins yfir bæjarhátíðina örstutt ára fyrir mér næsta leið, við erum að fara í þekki eða ekki. Þannig að akkurat núna á Hlégarðstúninu er Pretty Boy Choco að fara að spila. Hann er að fara að spila eftir 5 mínútur. Og nett. Túnið er eiginlega orðið, eru búin að kíkja fram? Já, túnið er eiginlega orðið bara snakka. Það er allir að klára vinnuna og fólk er bara að fara að fá sér kaldan. Þetta er mikið af bara svona óalda líð og svolítið vond stemning og vera að slást og rífast. Ertu brjálæður? Reykjón í bönn, nei, það er geðveik fjölskyldustemning. Hann er að hanga þurr. Það er geðveik stemning, það er bara 16 gráður úti, engin rigning og túnið er on fire. Það er bara þannig og Kjúlagarðurinn verður opinn hér í túnnu heima alveg til, já bara fram að skrúðgöngu sem fer hérna framjá og endar í Kvosinu og það er ullapartí. Þetta er, Sveppi, velkomin til Mosberg. Ég hef verið hérna að spila fyrir krakka, sko, í túnunni heima, bara hérna í Kvosinu og hérna úti og dreina hátíðin. Með villa og allt í stuði, sko. Herri, drengir, ég ætla að henda ykkur í þekki eða ekki. Þannig að annar ykkar, sko, yfirleitt fer maður á prentaran, en núna erum við náttúrulega bara hérna inn í Hlégarði í svona betri stofunni. Já, heyrðu JJ GTRN mætt undir. Þetta er að byrja. Ég var að fá fréttir frá gólmótinu að það gengur ekki vel hjá Agli og Auða. Þeir er með ský yfir sér, þeir veit að það lítur þessi á Íslandi. Þeir eru í Keflavík að spila gólf og eru við ekki bara nokkuð glaðið með það, drengina? Já. Ímyndaði hversu þreytt hefur verið að þeir mættir eitthvað í næstu viku og unnið þetta til dæmis. Já, það hefur verið leiðilegt. Það hefur verið bara ógeðslegt. Herru, Korakar ætlar að fara í burtu í smástund. Ég skal fara. Dóri, það þú veist. Hann er farin. En Dóri, þú þarft samt að vera í sjónlínu. Þú þarft að geta séð við í vinka. Það mátt ekki heyra heldur. Til flóki staða hérna.
Dóri, heyrðu okkur. Ég get alveg lofað því. Dóri, heyrðu, hann hættur að... Nei, hann snýr sig ekki við. Það svona 8% líkur að hann kom aftur í hennan þátt. Það er djöðs púki á honum, sko. Ég þekki minn mann, hann líka, veistu hvað, hann búinn að segja mér, hann ætlar að leggja bílnum, hann búinn að leggja, hann ætlar að fara bara upp í Melkot hjá mömmu og pappa, gist í nótt, taka mós og... Hann var að rífa flippan af einum porn hérna og hljóp með hann. Það er galsi. Það er algjör galsi. Herðu, ég veit ekki hvort að því að þetta smá svona best of að því að Dóri hefur aldrei farið í þetta aldrei áður. Ok, ég náttúrulega þekki hann ekki neitt. Nei, jú, þið þekkist við, þið náttúrulega hefur unni, fólk veit ekki, þið hefur unni líka mikið saman og við svolítið með sér afturöldingur að vinna saman daglega Já. Allt þetta, sko. Herðu, hérna, fyrsta, þessi er bara klassísk, hún er orðið það. Hún er orðið klassísk. Hversu nettur ertu á skalanum 1-10? En svarið þitt getur ekkert verið það sama endilega núna ef þú hefur svarað þessu áður. Ok, góða punktur. Hversu nettur ertu bara í dag á skalanum 1-10? Ég ætla að henda í hérna 7,5. 7,5? Já. Mér finnst þú vera... Nettar en það, þetta er alltaf 7,5 er hækkað upp í 8. Ég segi 8. Það ekki? Já. Ég er helviti nettur á. Þú ert drullu nettur? Já. Jú, þetta er í nettum maður. Ert að grínast, maður sem fann sveppadífuna. Já. Hvað heldur ekki maður? Meðal annars. Það er bara að sá gæi lítur að vera fucking nettur. Já. Svo er enda sífið og eitthvað aðeins leikar það. Ef þú mætti velja eina stellingu út af æfina, þessi kom frá strákunum. Já. Eðlilega, ég myndi ekki hendi þetta. Nei, þú ert ekki svona klámkall. Nei, ég nenni því ekki. Nei. Ef þú mætti velja eina svona út af æfina, ertu hérna, nú bara... Ég myndi taka... Reynum að vera heiðarlegir bara. Standandi 69. Nei, það múið... Strax, nei. Menni svo við ráðum ekkert við það. Nei, ég hérna... Hvað sé, konum missi þung? Nei, ég er tjóka. Maður myndi... hendi bara trúbóðan sko ef maður þarf að velja þá er trúbóðin bara solid alltaf sko. Já, ég er náttúrulega ég hef klúðrað þessari spurningu sko. Já, ég efast ekki það sko. Ég hef gert það sko. Hvað sagði þú? Nei, það var hann að mannstu eitthvað hliðardæmi já, liggja á hliðin eitthvað svona, það bara sprakk í andlitað bara eins og í mörg ár, í nokkur ár 5-6 ár held ég bara, segi mér það og það er hægt að vekja þetta upp aftur fólk var að fara að öskra þetta á mig út á götu það var fyrst hannig sko ég myndi hendi í trúbban sko ef við þyrfti að velja akkurat, herru, hvað hefur þú lent oft í slag á ævinni? Þú veist, nú er þetta slump ef þú ert búin að vera mikið að berjast en annars er þetta svona og ég ætla líka að tellja að þú hefur kannski bara verið lamin einhver staðar, þá er það slagsmál það er náttúrulega það sem ég lendi í sko það er lamin? Já, ég frekar lamin heldur en ég sé að lendi í einhverjum slag Já, kannski er þetta bara hversu oft hefur þú lamin? Já, ég hef kannski verið svona alveg allavega 4 sinnum sko Já, í það minnst það ekki Jú Er það ekki? Segðu mig það, hef ég ekki bara séð þið vera lamin 4 sinnum? Nei, en þú ert örgulega oftar 9 En hvenær Ég var ekkert eitthvað svona trilltur úlingur sko. Nei, ég veit það En hvenær varstu lamin svona síðast? Bara, er það stutt síðan? Nei, það eru kannski svona það eru kannski bara svona 20 ár sko. Já, það er nú alveg slatti Já, en þú veist, oft er eitthvað svona tusker í, skilu en ekki bara Þetta er ekki eins og þeirra sko. Það telur ekki með þegar við erum kannski í eldhúsinu heima í Gannisla og búin að hækka í opnum og loka gluggum og eitthvað svona stemning Nei, það telur ekki sko. Það er bara í rauninni svo að vera í gimmið Já, nei, þá er þetta svona kannski 4 sinnum 4 sinnum? 5 sinnum? Já, 5 sinnum, segja 5 sinnum Já, ég held það Kannski gleymi ykkur einu Já, akkurat sko. Herru, já, og svo kemur þetta einmitt frá eins og í lokinu og þyrftir að fara í eitthvað hlutverkali Hvað er það fyrir valinu? Það er rauninni bara því að náttúrulega er Já, eitthvað svona dörti Litli bróður þáttarins náttúrulega hefur hent sér í einhver hlutverk Já Þannig að ef ég væri að fara að stunda kynli með konunni í hvaða leik myndi ég fara? Já, svona hlutverk, svona í rauninni hvaða gerfið þú færir í, sko Já, einmitt Slökkuliskall eða eitthvað Já, nei, veist, ég veit Smiður Ég myndi taka píparann, sko Píparann? Er það ekki? Píparann er góður Já eins og Mario Bros bara Akkurat Heyrðu, þá ertu bara sloppinn Það er rosalegt Er það ekki? Já, þetta kemur hann Já, heyrðu, þetta er lukkudýr Mosesbæði Já, þetta er stór kjúklingur mættur hérna Heyrðu, Dóri, þú ert að koma?
hann neitar að koma. Það er sem ekki, ég myndi að díla við hann, ég er búin að díla við hann bara frá ég man eftir mig, Það er ótrúlegt, sko. Sérðu, hann lappar hann hægt og hann er ekkert að hjálpa. Hún er drullu saman, sko. Herru, að því vorum að tala eina stjórn á hann. Það er svo fyndið, sko, að því að þetta er raunveruleika sjónvarp sem ég er að gera bara með Dóra þarna. Og hérna, og stundum þegar þú hefur oft gert þetta, þú hefur farið, þú hefur gert serið með pappa en út allan heim, þú hefur gert draumaseríunar, þú veist hvernig það er að gera svona raunveruleikaseríu, þá er þetta allt raunveruleiki, en stundum þarf bara svona Svepp og Pétur, þið verðið eiginlega, við eigum ekki myndið að lappa inn í þessa verslun. Já, bara eins og komið hérna fyrir hotni og lappið inn. Já, bara þannig við eigum það. Já, bara svo þetta sé bara til að stabilisera senu. Já, annars verður þetta bara svo skrítið þáttur ef það er aldrei eitthvað, þú veist, allt er þetta bara einhver staðar. Já. En það er rauninni bara partur af raunveruleika, þú veist, bara þú átt að lappa þarna. Já. Það, maður fær Dóra ekkert í það, sko, eins og þegar við erum í einni stjórn og svona, hann átti ekki að vera komin því að klaga hann, sko. Nei, hann stendur hérna bara stundum er þetta svona, við fórum til dæmis bara og erum búin með eitthvað atri og svona og svo segir Hannes Ara, strafið, þið verður að lappa inn í þetta, við eigum ekkert af ykkur og Dóri bara, það er ekki drömmuleiki. Hvað, ég fara að leika það í sér labbaðinn? Ég nenni því ekki. Og svo, jú, þú voru að gera þetta fyrir okkur. Svona árum málamiðlanir. Please, gera það fyrir okkur. Jó, ok. Svo ítti var eitthvað, ef þið horfa á seríuna og sjá þetta, þá er hann svona lappandi, brosandi. Þá maður mættur hérna lappa inn í þetta hér, svona ábyrjandi, svona reyna fokki okkur. Ég var bara fokki ykkur. Það er sem að minna að þú hefur nú smá verið með mér liðið alltaf stundum. Já, stundum. Bara svona ekkert eðlilega ég vil bara hafa krúið á tánum og taka myndir mér að gera real shit. Þegar ég er að labba þarna inn í fyrsta skipti, verið þá bara með rauðaljósi í gangi. Og ef ekki, þá þurfum það að leggjast á kottan og segja, já, ég klöðraði í dag. Ég var ekki með rauðaljósi í gangi. Ég stóð mig ekki í vinnunni. Nei, það er svoleiðis. Það verður að segja mér, leikt þú þetta bara. Hörru, Sveppi, þú þarft að fara frá. Sveppi er búinn að svara, hann var heiðarlegur og hann var ekkert að flækja þetta neitt, þetta var bara mjög vel gert. Dóri, ert þú klár í þetta? Þetta eru 4 spurningar og ég ætla að spyrja hérna, fyrstu spurningu, nú er Sveppi maður sjá, hann er komin frá. Fyrsta spurningu, hún hljóma svona, hversu nettur ertu að skála myndum í 10? Ég held ég að fara í þetta svona 9 sinnum. Nei, þú hefur bara farið einu sinni í þetta. Þetta er klassísk spurning, þú verður að svara þessari. Þetta er misspennandi. Ég er bara 7-8, eða þú veist, ég er bara 10, ok. Er það ekki? Já, ég er 10. Já, þú er heiðarlegur, ekki bara? Já, ég er bara 10. Já, herru, hérna kemur einn sem ég fekk senda frá strákunum. Ég myndi ekki nenni ykkur svona rugli. Dóri. Er það ekki? Ertu ekki með mér að það? Ég er með þér. Já, ef þú mætti velja eina stellingu út æfina, þú veist, eitthvað svona, þetta er svona þannig spurning, sko. Kynlífs? Já, þetta er alltaf bara verið henni, sko. Þú veist, það mætti aldrei breyta neitt og fara. Ég myndi bara taka trúbóðan af því það er alveg nánd. Já, eða ekki? Jó, það er bara svona. Sveipum við gefið þetta, strax. Herru, hversu oft eru lendi slag á æfinni? Ég veit ekki, 10-15 sinnum. Er það? Já, ég held að. Það er oft, sko. Ég myndi segja að það verið tölvöld meira en regular Joe, sko. Já, þú veist, ég hef aldrei lendið í eitthvað ljótu, en já, 10-15 sinnum. Já, bara svona, þegið einn og gefið einn. Já, bara fengið einn á túlan og náði inn einu 2 og... Já, en hvað myndir þú segja, hvað námyndir þetta? Myndir þú segja, hvað, 12 sinnum? 12 slægir. Það er rosalegt að eiga 12 slægir undir beltinu. Já, þú sömur að vera stuttir. Já. Það er eitthvað stoppað, ekki að því ég rótaði eitthvað, sko. Nei. Svo kemur önnvölda frá strákunum, hún er skrítin í það. Þið ertu að fara í eitthvað hlutverkaleik, hvað er þið fyrir valinu þar? Þú veist, þá er þetta vantarlega verið að tala um að leika út slökuliskalla smið eða... Ertu að tala um í kynlífi með konunum? Já, svona, já, eitthvað svo leið, sko. Ég held að það væri eitthvað svona, alveg bara svona, ég væri vinnumadur á bæ og hún væri svona húsfreyjan. Já, hún var að koma þá á sveitabæjabiliða. Já, ég væri svona jafnvel einhvern veginn að vinna einhvers staðar bara með gaffal eða eitthvað, sko, bara rutt einhverju til, sko. Ég myndi eftir að tala um það. Hvað, væri komið heikaffal? Það væri bóndi í rauninni bara. En ég væri líka svona aðeins, svona neðar henni í goggunaröðinni, sko. Ég væri vinnumæðurinn hennar, sko. Já, ég skilji það. Það væri svona að ríða mig til meðdorða svolítið, sko. Já. Og væri svona út að akri. Út á akri? Þú veist, þú verður vinnumæður með heikafall. Það er komið sól hérna, maður. Já, það er glampandi sól hérna. Það er ekki dropi, sko. Það var 50-50 kvöndir í það, svona 60-50 kannski. Já, Guð vildi þetta. Já, þetta er alvöru dæmi hérna í garðinum í Hlekari, þar sem við erum í beinni, Dóri. Nú ætlum við að fá Sveppa þetta til að koma. Sveppi!
Hvað heldur? Þú voru að koma rætt. Af hverju? Erum við beinni hérna, hann hleypur hann. Herru. Ég fer bara í staðinn. Nei, herru, Pretty Boy Choco í mættur, hann er að koma hérna í spjall eftir smá stund. Hann er komin að máta stúdíu. Það er þetta að vera mjög gott að fá hann bara inn, hann er þetta ekki vita svöru við neinu. Herru, drengir, ég ætla að byrja á þér, Sveppi. Hversu nettur er Dóri á skallanum 1 upp í 10? Og hann var heiðalur, og þeir eru báðir heiðalir. Ég held að hann hafi sagt svona bara 8. 8? Lokasvar? Jafnvel, þú veist, hann gæti hafa sagt 9, sko. Já, absolutt, sko. Þú veist, hann er bara þarna, hann er svona bara, ég er bara solid 8. Ég held að hann hafi sagt 8. 8? Já. 10. Wow, akkurat! Hann gaf sér 10. Já, það er að því að hann er búið með 4 bjóra og 2 porn, sko. Já. Hann verður bara nettar með hverju dreiknum sem rennur ofan í hann að skrokk, sko. En ég minna, þið eru alltaf mjög netti menn. Ég minna, en Dóri Wow, er rosalega nettur. Hann fekk ekki stigin. Hvað sagði Sveppi þarna? Hversu nettur er? Málið er, ég held að Sveppi hafi meintalega saman ég meina þetta með 8 og 9. En þú veist, það sem ég vildi fyrst og fremst meina er, mér finnst ég bara að vera nettur. Skilur svona. Og ég held að Sveppi sé á nákvæmlega sama stað. Já. Þú veist, hann að ég ætla að skella 9 á hann líka, því ég heyra hann bara gaur sem notar ekki mikið af 10. Nei, ég skil ekki. Hann gaf sér 8. Já, en við vorum samt sem aður að tala saman hlutin, sko. Já, 8 til 10. Eru þið ekki 9? Já. Herðu, ef þið mættu velja eina stellingat út æfina, þetta kom frá blöðaranum, sko. Já. Ég byrjum bara ég ætla að byrja á þér, Dóri. Hvað sagði Sveppi þarna? Ég held að það sé hún ofan á, ég Sveppa. Hún ofan á. Cowgirl. Já. Einhver variantur af því. Það sem Sveppin fær slökun en stimulation. Já, einmitt. Og útsinni. Klaufalegt onna á dæmi. Já. Þú ert að reyna að segja það? Ég er að segja. Já. Sveppi, það er ekki alveg rétt. Nei. Á trúbóðinn. Á trúbóðinn? Já, ef það er for the rest of your life, þá er það svona einfaldast að dæmi, sko. Sveppi, hvað sagði Dóri? Já, Dóri, sko, með við gýrin sem hann er í, sko, þá gæti hann hafa satt standandi 69, sko. Nei. Það er nú ekki alveg. Nei, fólk er ekkert í. Gýrin sem er í, sko. Já, er fólk eitthvað mikið samt í því, eða? Nei, alls ekki, sko. Það getur ekki. Nei, það er bara svona stemming. Hann er crossfit-lið, sko. Þetta líði engum við. Nei, ég held að, þú veist, ég veit hann er ekki, hann er ekki hendi doggi, sko. Maður veit aldrei, það er alltaf púki í honum. Já, ég veit, ég held að segja doggi. Já. Hann sagði trúbóði líka. Nó, við erum svo basic venjulega. Ég sagði trúbóðin að því það er svo mikið nánd. Já, að því við elskum konar svo mikið. Já, líka rest of your life. Já, rest of your life dæmi, sko. Herðu, þá er það hversu oft hefur lent í slag. Ég ætla að byrja að Dóra þarna og spyrja hann hversu oft Sveppi hefur lent í slag. Já, bara Ég ætla að segja 10 sinum. 10 slagir. Já. 10 slagir, þetta er lokasvar og snöggur að svara, sko. Já, ég veit þetta er bara, ég held það. 10 slagir, það er ekki rétt, það eru 5. Það eru 5. Það þú voru að koma skýrt fram. Ég hef aldrei lent í slag. Ég hef verið lamin svona 5 sinnum. Ég get engan lamið, sko. Nei, og þetta er svona, þú veist, 5 sinnum, þú veist, ég minna, þetta er náttúrulega ákveðslu. Þetta er bara history of violence, sko. Já, þetta er svolítið þannig. Hvað segir þú, Sveppi? Ég held nefnilega Dóri, sko, hann ber það svona utan á sér að vera svona gæi sem var alltaf í einhverju slagsmálum. Já, en svo held ég einhvern veginn hann sé ekkert, hafa ekkert verið mikið í slagsmálum. Herran Jésu, sko, hann er 1.90, hvort, 1.90? Ég er 1.90. 1.90, hann er alltaf stór og svona, fólk var kannski ekki alveg að vaði hann. Nei. Jó, það er einmitt svona stóri gaurar sem ennur bara þessum. Já, fólk kemur sér Gunnar Nelson og bara ætla að lemja hann. Já, ætla að testa. Er hann svona sterkur? Jésu, sko, það var vitlaust maður. Ég ætla að segja 7. 7? Já. Rétt svar er 15. Ég sagði 12. Nei, já, 12. 12 slægir, það er ekki. Það er 12 slægir. Það er, já, cirka bát. Cirka bát. Það er alveg mikið. Já, en þú veist, ég er síðan 13 ára, sko. Já, og 90% staðin voru bara þá, eitthvað stað. Já, en svo var þetta tímabil á prikinu, þar sem maður var alltaf að lendi í ykkur buggi og verið, þauðið þú bara, eitthvað svona. Það voru að kaupa þetta með 9 bjór, eitthvað. Menn voru að testa, menn testuðu DNA-manni svolítið á prikinu, sko. Já, testaður á prikinu, priktestaður. Já, það var priktestið, en hérna, þá voru að hluturkaleikurinn. Hvað er staðan í þessu?
Það er komið stig. Ég held að sé 0 stig. Það er bara 0-0 En 0-0 og öllum drull Já, þá er hlutverkarleikurinn hérna hvað við vorum að því að búið að vera fasteignasalar og múrarar og allt þetta í þessu Byrjum á að Sveppa, hvað sagði Dóri þar? Ég held að Dóri hafi sagt sko, hann er pottið eitthvað svona þar sem hann er með eitthvað svona vald yfir sinni konu sko svona, veist, hann er ekki strætóbílstjóri eða iðnaðarmaður, hann er svona lögga eitthvað svona vald slökkuliskall lögga til að við segja eitthvað svona ég bara ætlar að fara í löggilu eða? Bara handdrukkari ég segi svona lögga það er ekki þessar, hann vildi vera hérna saklaus svona hérna vinnudrengur á svona, hvað sem að svona í rauninni bóndastrákur með heikafar svona vinnumæður á bóndabæ og hún væri húsfriðan svakalega þetta er dörtíma og ég tók það einmitt skýrt fram að hún þyrfti svolítið að hafa völdin hana svona allan að statusinn já, hún er að skipa í fyrir hvernig á að hvað hún vill að þú stingir upp rólegur stein Nei, ég er að segja þetta að þú svo býður þau vantarlega í ykkur af vöflur og eitt leiður öðru Nei, hún er bara svona eitthvað gaggrina hvernig ég vinn Já, ég skilur Já, þú vill láta skamma þig Herru, ég sagði það aldrei Það er eitthvað, hvað er að gera? Ok, ég skal segja nákvæmlega hvað Sveppi vildi Hann vill vera fangi og hún fangavörður Nei, það er ekki rétt Ég sagði nú bara iðnaðarmaður Það vildi vera pípari Pípari eða eitthvað Sama Það er pípari og bóndi Það er því að mér dætt ekkert í hug í þessu sko Ég er ekki nóg frjór í þessum núna erum við báði búin að missa sjálfsvíðning okkar hérna Ef þið þurft að svara núna, hversu nettir það skalum við til tíu? Akkurat núna Ég hækka bara hverjum setningunni sem ég segir Þekkið ekki, það var 0-0 Ég ætla að líta á þetta sem stórmeistara jafntefli Við höldum áfram smá Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957 Það held ég, elsku vinir, þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 í beinni frá Hlégarði í Mosfellsbæ og hérna, þetta er öðru sér þáttur, strákarnir eru í gólmóti í Keflavík, FM 957 gólmóti og Sveppi Krull og Dóri Díana búin að vera, strákar, þeir eru búin að vera í gír sko, það er búin að vera svona smá hundur í ykkur. Við erum búin að halda á þessum þætti. Já. Carrie. Ég er að fá sendið þetta bara á milljón bara, af hverju er þetta ekki bara... Hætt í vinnunni, leiðu fagmörunum að gera þetta. Já, þetta er svolítið þannig. Og sólinn er komin inn sko. Já, gula okkar hérna, svo gula glittir í. Svo gula maður, heyrðu, hérna Pretty Boy Choco, hann er mættur við borðið. Hvernig ertu? Svaðalegur sko. Já, talandi um það, ég átti að vera í þessu gólmóti. Já. En ég náttúrulega komst ekki að því ég er að taka giggjú núna fyrir þig. Já, hérna á kjúlanum. Já, hérna á kjúlanum. Það var líka allt vittlust hérna. En bróðir, að láta Steind að skulda sér greiða í íslensku showbusiness. Og velkomin í hópinn. Það er gull. Hann líka, þú veist, svo er þetta að fara á gigg. Hann skulda mér svo marga greiða. Ég er hættur að muna eftir. Einn dag mun hann gera eitthvað. Nei, við erum alltaf í svona, þetta er grínmúrarareglan, skilur við. Við skiptumst á að hérna kom í Amalinn og grínmúrarareglan. Það er þekkt dæmi, sko. Við skuldum við líka. Ég skuldum við, sko. Ég skuldar ekki neitt. Nei. En þú er að... Við erum alveg skver. Þú verður að beða Pretty um eitthvað, svona eigi eitthvað aðeins inni. Það kemur að því að ég hringi bara, já, Pretty, nú er Kári að fara að keppa og þú ert að kíkja hérna. Það kemur setna, sko. Já, það er svo vant þegar það kemur að skuldadögum, svona eitthvað, herru ekki, væri til að koma inn í klefa til strákana og peppa þá aðeins. Ég er alltaf í svona missjónum. Ég er samt svo meður, ég held ég gæti aldrei tekið við síman, sko. Ég er alltaf einhver ekki, herru, þú varst einhvern sem var búin að nefnaði mig, bara já það, djöfullin maður, ég hef verið fullur eða, ég kem bara. Já, ég klárum þetta. Við klárum þetta. Auðvitað, upp áfram. Herru, hérna, já, þú varst að taka bara gigg hérna fyrir utan akkurat á hann, en sko, svo náttúrulega ert þú líka í kvöld, sko. Þú ert að fara að mæta í Mosó og Allstars. Nú verður hann í Hlégarði hér? Líka, hann er doppulgreiði. Tvíbókur. Aftur þetta að vera leinigestur, en við erum búin að revíla því. Já, búin að hlusta því. Það er allir hættur að hlusta. Það er alltaf Mosvellingur í Pretty, sko. Hann er úr kraganum. Hann er á kraganum. Herru, þú varst að fara samt á gigg núna. Við erum aðeins að fara við það. Þetta er kveðjuleikur fyrir okkar besta mann, Aron. Og ég er náttúrulega orðin og seitt. Þú náttúrulega kannt ekki á klukku. Hvaða lag ætlar að taka? Haltu áfram að skína. Þrísvars bara. Já, bara haltu áfram að skína. Ég er blúðið hættur í fokkin handbolta og þetta verið drull þig eftir augnablik. Haltu áfram að skína. Já, sko, hérna, ég er náttúrulega átt að vera þetta með þér og fleiri. Já. Ég er fastur hérna. Einhver þarf að það er einhver að taka og klára þetta. Sópum skítinn. Pretty er bara að standa vaktina hérna, með príði. Djöfull er að fíla þetta.
Herru, hérna, það Mosó Allstars í kvöld. Það hérna, hvað, við erum að tala bara í Kaplakrika væntanlega, bara loka leikur. Já, við erum að negla okkur þangað. Ég að skoða þess að honum tattúi, sko, því að ég var að fá mig tattú. Að það? Nýtt tattú? Já. Hvað varst það þér? Sveppur. Wow. Hvað feistu þið þetta? Herru, ég fekk mér þetta í eftirparti hjá okkur að vera. Já, í bílskúr í Breiðholtinu. Já. Nei, ég fekk mér nú mann ég ekki hvað stofan heitir. Þetta er hérna upp í Urriðholti. Já. Fækst það frí? Þetta greiða mútið greiða. Já, eitt aðnæmali bara. Hann ætlar að þrýfa tattustofuna 2 kvöldi viku. Því að ég ætla að vera að koma með svona mikið eftir smá stund. Við Steindir að vinna í þessu. Já, við erum að vinna í þessu. Og þú líka. Dóri komið heldur. Dóri dölur. Þetta er gott útvarp hjá okkur hérna. Já, skoða tattúin okkur. Erum ekki mynd, sko, það erum að glemta því. Hirði ljósmyndari Pritti að taka okkur upp. Já, Pritti, þú ert mjög flúraði Pritti. Þú ert með, hérna, sko, svona old traditional, hérna inn á milli líka. Herru, þú ert boxan, hérna flottur. Já, hann góður hérna. Stassið. Já. Þessi geggjaður, sko. Herru, og hvað, hérna, ertu að vinna með eitthvað? Farður alltaf, þú ferði eitthvað, eða er þetta bara eitthvað svona? Nei, þetta er bara eitthvað svona, eitthvað þjáning. Hleypstu fótboltapakkana? Já, nákvæmlega það, sko. Nákvæmlega það. Já. Ég ætlaði einu svona að vera einmitt í fótbolta með slíf og... Já, að vera í fótbolta með slíf. Menn fá að ríða. Sko, pappi þinn, pappans Preyri þjálfaði mig í Víking. Wow, einmitt. Já. Það bara myndir að okkur saman ykkur starf á pollamótinu og bara... Ég náttúrulega sá pappans lifta titli, sko, í Sandgerði 91. Það er rosalegt. Það fara úr bænum, sko. Með Fabioen bara hérna. Já, alveg. Herru strákar, ég ætla að henda ykkur aðeins það. Ég ætla að nýta það að Pritti sérna. Ég veit úr stóð tíma að þú ætti að vera mættur í Krikan bara klukkan 6 þetta. Það er bara sjónvarpsútsending að bíða það. Aron kveður bara seinna. Já, hann kveður seinna. Ég ætla að henda ykkur í hvor ykkar eldsnögt og þið eru allir að keppa drengir. Ok, eru þið klárir? Hvor ykkar er svalastur? Eða hver ykkar er svalastur? Það var náttúrulega, ég ætla að henda ykkur fremur í það. Hver ykkar er svalastur? Við erum allir að svara saman tíma. Já, þetta er ekki keppni, við erum bara getur verið sammála, kannski eru ósammála. Það er ekki hægt að keppa þegar þú spyrir ekki þessa spurning þegar Pritti búið tjokk og setur hliðina. Hann er svalari. Ég ætla að segja sko Sveppi Prí þegar hann var með krullunar en Dóri núna eftir aðgerð. Já, eftir ég fór í sunduaðgerðina. Fórstu í aðgerð? Nei, en þú veist, ég er tilbúin að taka á mig. En þú varst nú, fórst alveg opinskátt hérna... danska geðlífið? Já, fórst í það? Já, ég er danska geðlífinu, sko. Fór ekki aðgerð. Nei, það er weak. Það er svona nettur. Það er svona nettur. Mér leiði þess að ég var í meðurinn, þú veist. Og Sveppi, hvað segir þú? Erum við... Mér finnst Pritti mest töff við þetta borð hérna allavega eins og staðin núna, sko. En Longhært Steindi er samt alveg eins og Jón Ásgeir 2006. Alveg hrunið langt undan, það var allt í gangi. Það var alveg tímabilanda 2006. Það var bara húpa búpa og vindur í bakið og allt í sín með lakkisur. Allt í gangi. Herru, hver að ykkur er besti íþróttamæðurinn? Og nú erum við að tala um að, þú veist, þá er að tala um þegar þið voruð upp á ykkar besta. Ég veit að Dóri var í handbolta, Sveppi var í handbolta, þú varst í fótbolta og þú veist, nú erum við að tala bara prime time þegar þið voruð upp á ykkar besta. Hver var þá bestur? Já, ég veit að 100% Pritti var bestur. Já, það ekki. Þú varst alltaf í landsliði. Við getum alveg, ég var alltaf betur Dóri í íþróttum. Það er eiginlega alveg sama. Dóri var öflugur í... Svo ekki sterkari? Alls ekki sterkari. Það er ekki geta lamið mig núna í dag og í gær. Dóri var á línunni. Og þú mátta. Dóri með 2 áhugabarta undir belti, sko, í boxi. Já, einmitt. 2 sigrar. Það er ekki íþrótt. 2-0. Jú, það er íþrótt. En þú fórst alveg upp í meistaraflokki fótbolta? Já, ég á alveg leik í efstu deild, sko. Já, það er... Hann á svona eitthvað N1 mótið og svona alveg bara svona röð af sigra sem byrja ungt og þessi endar á því og skeist í píkunáður eða ekki og slasaðist. Djúðast kjáttæðum. Það var ekki hægt að laga þetta með einhverju einfaldri aðgerð? Hann valdi söngin. Hvað fór í? Hann vildi bara skína. Ég veit það. Crossband. Já, crossband bæði en... Bæði? Er þetta ekki bara hausinn? Og uppkvæmsta? Hausinn fór. Sko, ég veit ekki alveg hvort að hausinn fór. Sko, ef þú slítur bæði crossbandin, þá held ég að það tengist ekki hvað hausinn er að vill, sko. Já, ég vil að meina að það sé bara hausinn. Segir hann. En þess vegna verðum við aldrei veikir, Sveppi. En þú síkvartandi og alltaf að segja þú sér. Nei, við erum alltaf alveg að verða veikur. Ég? Þú kvartar mest af öllu sem ég þekki. Hvernig getur þú sagt svona setningu? Þú ert alltaf að með kvöðsum. Já, það er einhver lumbra í kaffinu. Já. Maður segir lurða, en hérna, ein íþrótt sé betur þú, íslenska. En annan. Segir maður ekki þessi lumbra? Lurða er orðið. Ekki lumbra? Lurða. Er ekki lumbra í kallinu? Nei.
Það er ekki að lumbra á okkur með sögn og því að berja hann, sem það sem ég ætla að gera á eftir út af þess að þú sagði mér íþróttir, en lurða er það sem í þér sem eins og að vera slappur. Það í mér lurða. Þetta er bara fallegt. Þetta er bjóð á klúrastinni. Við erum bara að reyna að leysa þetta í beinni. Já, en þannig að Pritti besti í rauninni. Ég heyrði samt svo svakalega sögur þig Sveppi í handboltanum. Ég var náttúrulega að fóra langt í handboltanum, sko. Já. Og spilaði bara með frægum handboltamönnum. Já. Er það ekki það? Já, veist. Raggi Óskars. Raggi Óskars. Já. Óli Síkó. Já. Nonni Glæpu. Þú varst aldrei samt með Kela Guð, bara svo Bjarka Sig og svona Guð. Jú, ég var að spila móti Kela og Bjarka Sig var að þjálfa mig. Hann var að spila móti Drulla. Móti Drulla? Spila móti Drulla? Dresa, sko. Já, það er rosalegt, við skulum ekki vera að taka. Það er grjóta. Setjum ekki nöfna bak við Nikkinn. Með hvað atvinnumanni spilaði þú? Pretty. Atvinnumanni? Ég spilaði með Aron Elís, ef við veitum hvað það er. Ég veit hvað það er, hann er algjör aumingi. Nei, flottum En þú veist, það er ekki hægt að dóra þetta, hann er komin í mikil púkja. ég hef ekkert eitthvað marga atvinnumenn á ballinu, sko. Nei, þetta er bara, ef við ekki segja þetta sé bara Pritti, hann er svalari. Helgi Sig. Helgi Sig? Helgi Sigurðsson. Helgi Sig, gamli góði. Reynir Le var hann eitthvað atvinnumenn. Kannast ekki vera, sko. Það var alltaf hann að semmi, sko. Já, og Rikki Daða? Nei, hvað, Stenþór? Ná, hann ekki. Samt ekkert að hann var ekkert sem þetta er ekkert far. Nei, ekkert far. Þú með Ríkharði Daðason? Ég er 31, þú má ekki glemma þig. En Ríkharður Daðason er 52 ára. Hann er 55 ára. Þú ert að semja aldurinn þetta. Nei, veistu Jó, þú getur ekkert að... Ég meina, Eiður spilaði þessu með pappa sín. Það er enga líkur því að þú veitir nákvæmlega hvað Rikki Daðason er gammal. Þú sagði bara eitthvað. Fyrsta lagi, hann er gráhærður. Já, þú sagði bara eitthvað. Þú sagði bara 52, hann er ekkert 52. Hann er 53. Já, ég varst nálægt þessu. Hann er nálægt þessu, ég var on the fucking money, dýrið. Já, þú varst nálægt. Þá höfðu áfram. Dýrið. Ok, Pritti getur ekki nöða þetta. Ég get lofa ykkur því. Ok. Hver er ykkur mesta fyllibittan? Þetta er síðasta. Sveppi. Býtu nú, þú ert að flytja inn, þeir eru báðir að flytja inn vín. Sveppi sem drekkur öðruvísi, hann drekkur til helvítis svo. Alls ekki, sko. Nei, ég er náttúrulega... Sko, drikkur fyrir mér er bara partur á máltíð. Ég farið til helvítis með ykkur báðum og tilbaka oft, sko. Ég held nefnilega að Dóri sé svona gardínu fyllibita. Já. Drægi fyrir og hell í sig, sko. Og byrja að dópa. Hann var að tala að hann finnst gott að vera komið núna kveiki einu stóki fyrir utan hjá sér og það er eitthvað svona gardínustemning í því. Ég hef reykt 31 vindil ævina, cirka, og bara notið þess að reykja eitt sem var á minni ein verund. Já, þeir eru öðruvísi á verundinni. Á verundinni allt öðruvísi. Já, herru, við ætlum ekki að tefja... Þú ert eiginlega gæðin sem getur svarað því hvor meiri fyllibita, sko. Já, þetta er ekki bara nokkuð... Hann hefur aldrei komið til... Dóri, horfið á mig. Er ekki mjög... Þú veist að ég er rólur. Já. Hann hefur aldrei komið til Atlantic City. Nei, Krull tekur þetta. Langar ekki eins. Jú, það langar öllum. Krull tekur þetta. Herru, Priri, þökkum honum fyrir kella. Hann kemur hérna í kvöld. Mosó Allstars, Priri Boy Choco ætlar að koma og stíga og sveininga. Má ég fara núna? Með móslíkum. Mátt fara, Priri. Og segðu Aroni bara, þú veist, hérna, við elskum hann og takk fyrir allt. Takk, Aron. Þetta er FM. Það held ég fyrir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við erum í beinni útsendingu hérna frá Hlégarði í Mosfellsbæ í túninu heima. Kjúllin er hér í garðinum og þar er kjúllabarinn. Við erum að tala um leiktæki og alls konar stöf fyrir krakkana. Það er mikið af fullum úlingum og hnífum, sko. Nei, ekki vera látið svo vittlýsingur. Þetta fer allt mjög fallega fram hér í Mosfellsbænum og svo er það styttist í heimsmeistaramót í eggjakasts einvígi. Eggjakasts einvígi. Já, er það eitthvað sem að þú fannst upp á bara sjálfur? Sko, þetta er alveg bara ballurinn á Steinda Talking og sunnudegi. Sko, málið það, ég hef rosalega gaman að sko, hérna, minnst þið gerir þetta svo vel í Úlu í Finnlandi. Eða bara finnar yfir höfuð. Þeir eru með heimsmeistaramót í alls konar. Heimsmeistaramót að búum rúm, heimsmeistaramót í luftgítar sem ég tók nú þátt í og heimsmeistaramót í hérna, alls konar. Svona skrýtni. Já, en þetta eru alveg heimsmeistaramót og ég hugsaði svona, þetta hefur ekki verið haldið og fyrsta hugmyndin var í raun að reyna að fá Kela Guðbrandsson til að bróka fólk, sko, þannig að hvað getur þau látið bróka þig lengi, svo fyrir bara tími í gang. En svo held ég að það sé ekki sniðut. Já, hvað, þú getur bróka marga á 1 mínútu? Eitthvað svo leið, sko, en svo enda þetta nú bara í þessu og ég er að fara að kynna hérna fyrir utan bara eftir beintu til þátt. Ætlið ekki að taka þátt frá þar? Já, sjálfsögðu. Sjálfsögðu fyrir ég og Sveppi Krull og tökum þátt. Það er ekki að það í alveg? Nei, ég get það ekki. Þetta er við sem að keppa á golfmóti í Keflavík. Nei, þeir eru mættir hérna á standi vaktina og með
Prýði, drengir, það fer bara að koma að lokum hérna. Hún sko 5 mínútur í 6. Djöfull flýgur tíminn maður. Já, hann flýgur þegar það er gaman. Hann flýgur það er gaman. Hvernig er svona, vil ég aðeins renna yfir stöðuna? Hvernig helgin og... Svepp að fara að standa uppi í kvöld. Já. Já, ég að fara í það er tilraunarkvöld púðusykursins. Já, það er kvöld, já. Og hvernig virkar það? Ég veit ekki, ég hef aldrei prófað þetta. Dóri þyrfti að hann hefur verið. Ég er ekki með núna. Tilraunarkvöld, er það bara frýtt inn eða? Já, það er frýtt inn. Nei, það kostar mjög mikið peningur. Ekki jafn mikið peningu á alvörusöðu. Nei, nú er það eitthvað aðeins ódýra. Og það er náttúrulega fólk sem kemur sérstaklega á bara tilraunarefni því að það er öðruvísi kvöld. Það er öðruvísi, það er hættulegra einhvern veginn. Það er svona hluti sagðir þar sem hún heyrir aldrei aftur sko. Og svo er líka alltaf drullu fyndið að heyra eitthvað pælingu sem er ekki fyndið. Þú veist, það er drullu gaman. Það er ekki gaman að heyra það 5 sinnum, en það er gaman að heyra það 1 sinni sko. Sitja út í sal og sérstaklega uppistandarinn er bara ok, ég held að þetta væri bara ógeðslega fyndið sko. Ok, ég er að vinna í þessu og þá er maður bara, þú veist, það er einhver að fara bara með hálfa brandara, er það ekki líka úr það hnoði pælingar og að þú veist, ef það er pæling sem einhver hlæra þá tekur það lengra, skrifar það betur og hendur í eitthvað svona tralala. Hvernig finnst ykkur best að skrifa uppstand? Er þetta eitthvað í notes á ferðinni? Ég skrifa púnta og svo skrifa ég svona tengingar en ég er aldrei með þetta alveg orð fyrir orð. Aldrei? Aldrei. Hvað er svona basic í þessu? Margir eru með þetta orð fyrir orð. Er það? Eins og nú er þið að vinna svo mikið með, þú veist, eins og Arra og Birni Braga og það er allir með sig eitthvað stílum. Hann er mjög skipulaður sko. En Bergureppi getur skrifað orð fyrir orð. Og en nei, svona svo maður er búin að vera að skemmta svo lengi. Maður er með asnalegt sjálfsöryggi við að standa eitt upp með mikrofón. Og það er smá líka gaman að nýta það sjálfsöryggi í að vera bara jæja, fannst ykkur þetta ekki fyndið? Ok, ég er ekki með næsti. Nei, ég náttúrulega hef aldrei gert þetta sko. Ég hef náttúrulega verið veislustjóri þetta er svona fyrsta skipti sem er eitthvað svona stand-up eins og hann bara, ertu komið með set ég er bara komið með set bara ertu með gott set og eitt set þú veist, 15 mínútur efni sem þú búin að skrifa og er tilbúið með ég veit það ekki sko ég er með einhverja pælingar svo segir það bara einhverja sögu og hún er alltaf í 5 mínútur það vilt kannski ekki vera með einhverja ógeðslega langa sögu þú veist þetta þarf að vera eitthvað smá þú vilt ekki segja 10 mínútur sögu sem enda síðan á ok nei, það má ekki það er ekki gott það má ekki herðu, hérna drengir þetta er stemmari ég ætlaði bara svona rétt svona í lokin að minna fara aftur yfir hérna ástæðana fyrir því að við erum hérna í beinni já, við erum hérna í Mosó Hlékari það er í túninu heima, það er allt í gangi í túninu heima, svo er Mosó Allstars hér í Hlékari í kvöld, miðasala á tix.is þetta eru ódýri miðar þetta er bara stemningsparti, bara mósellingar sem er að stíga á svið og reynda pritti ætlar að koma líka og einhverju leiningastir og Dóri mættir og ég mætti að mæra allir í rugli og taka sitt síðan er Pallaballi á morgun hér í Hlékari líka og svo þú að fara það? Já, Ertu komin með nætupössunni bara? Við erum með nætupössunni kvöld, já við erum bara hérna alla helgina þú veist, þetta er bara bæjarhátíð Sinni Moselsbæður mætti með gjöfhand okkur hérna Já Þetta hérna er geggja Ég ætla að lýsa því hvað ég sé hérna Þetta er giltur drullusokkur Já, af því að það er einhver drullusokkur Gildi drullusokkur Þið eru drullusokkur Ég held að þið væru að gefa Drullusokkarnir sem voru að droppa plötu á Spotify Já Og hvor ykkar eru Moselsbæ? Já, stöðunafnið þitt Bergur Daði Eiríksson Þeir eru að spila út á palli á þann og bara kíkja á það Með allt upp á 10 Ég held sko að þið var að mæta með gullitan drullusokk sem væri bara eins og velunargripur og gefa mér bara að vera að skýta allafsins eða Dóra Ég er að sveppa Við værum allir jafn líklega að vinna drullusokkar ásins Herru strákar, þeir voru lagið eitthvað var að koma á Spotify Geggja Platan hinga til Já, næs Jöfull er þetta vel gert maður og þetta eru synir Moselsbæ Já, líka gott sonur, já þeir eru Vonastjörnur Það er gott að heyra Er það ekki? Jöfull er ég ána með ykkur, þetta er geggjadrengir og ég ætlaði nú líka í leiðinni að gefa honum Jóni Bjarna, okkar besta producent og honum Edsa þeir voru að henda líka í lag þannig að það var að koma á Spotify það er allir að gefa út lögdrengir þetta er hörðu samkipni En þeir eru meiri drullusokkarnir og hafa mikið með þetta Geggjaðir, takk fyrir að koma
Við tökum drullusökin. Við tökum, þetta er rosa. Þetta bara að vera til á hverju menningar heiminni. Já, gullitaði drullari maður. Herru drengir, ég ætla að þakka ykkur fyrir að komið og staðið vaktina hérna. Já, takk. Meðan strákarnir eru bara einhver staðar fullir í golfi í Keflavík. Með allt niður sér. Það mættu þið hinga. Og Dóri, ætlað þú ekki að vera hérna áfram í Mosó? Hver veit, ég verði hérna allavega helginum. Er það ekki? Jó, snáðun, við tveir. Smá snáðun, það er gaman að þessu. Herru, takk fyrir að hlusta og það verður fullur bátur hér næsta föstudag. FM 957 Topp tónlistarstöðin.